Þá kominn tími til að hefja leika. Ég ætla bara að byrja á því að bjóða ykkur hjartanlega velkomin á aðalfund Öryrkjabandalags Íslands á Hilton. Það er hætt á því að einhverjir hafi farið á útivistarráðstefnu á Grand, af því við erum svo vön að vera þar. Þú fórst, já, fundarstjórinn fór. En ég segi bara verið velkomin og ég geri hér með tillögu fundarstjóra. Það er Kolbeinn Óttarsson Proppi og Hildur Lillendal Viggósdóttir. Gerir tillögu að þau séu fundarstjórar. Hverjir eru með því, vinsamlegast réttu upp hönd? Einhverjir á móti? Nei, þá eru þau fundarstjórar. Ég ger einnig tillögu fundarritara og það er hún Aðalheiður Rúnarsdóttir og Anna Guðrún Sigurðardóttir sem að verða hér frá 10 til 13 og svo tekur Stefán Vilbergsson við þá frá 13 til 17. Hverjir eru með því? Einhverjir á móti? Enginn á móti, þannig að þetta eru samþykktir fundarritarar og þá gef ég fundarstjórum orðið og eigum góðan fund. Já, komið þið sæl. Takk fyrir þetta mikla tröst sem okkur er sýnt. Við erum komið hér enn eitt árið og vonum að þetta verði góður og málefnalegur fundur. Áður en lengri haldið eru svona ákveðnar bæði praktískar upplýsingar sem við þurfum að fara yfir og eins að því að það eru kosningar hér framundan. Skýrar og hægar, ég skal reyna það. Nær hljóðnemanum vil ég að ég sé svona eða má hækka í hljóðnemanum svo ég þurfi ekki að fá í bakið á þessum degi. Heyrið þið betur í okkur núna? Já, kannski ekki Hildi, hún hefur nú ekki tekið til máls. Ekki ennþá. En já, það eru kosningar hér á eftir eins og eðlilegt er á aðalfundi og við höfum fengið til liðs við okkar fólk til að telja. Við þurfum að bera það upp undir fundin. Hildur? Já, við þurfum bara að bera það undir fundin hvort að hann samþykki talningamennina Pál Hilmarsson, Dóru Guðrúnu Pálsdóttur og Ólaf Sindra Ólafsson. Þau sem samþykki það vilja gefa merki. Þau sem á móti kunna vera. Þá skoðast það samþykkt. Rétt að taka það mál að taka það fram að það eru táknmáls- og rittúlkar á fundinum. Það er tónmöðskakerfi fyrir þá sem vilja nýta sér það og fundurinn er tekin upp. Við þurfum líka að fá samþykki fundar setu 2 áheyrnarfulltrúa. Það er Þuríður Harpa Sigurðardóttir frá Kvennarhreyfingu og Áslaug Ýr Hjartardóttir hjá Ungliðahreyfingu ÖBÍ, bæði frá Kvennarhreyfingu og Ungliðahreyfing. Þeir sem að samþykkir eru að þær fái setu sem áheyrnarfulltrúa gefið merki. Þeir sem á móti kunna vera, það skoðast samþykkt. Síðasta og langskemmtilegasta praktíska málið, maturinn. Það verður hlaðborð hér á eftir og þjónar verða við hlaðborðið til að bjóða aðstoð sína þeim sem þurfa með diska og fleira og ef einhverjir eru með pantanir á sérfæði þá eru þeir bennir að gefa sig fram í báru. Þá held ég að öll svona formleg atriði séu komin frá og við getum bara hafið dagskrána. Rétt kannski að taka það fram eins og kemur fram að það eru hérna merkt inn matar- og kaffihlé en fundarstjórar hafa heimild til að hliðra þeim aðeins til en við vonum bara að fundurum flæði vel áfram og þetta gangi allt vel hjá okkur. En fyrsta atriði á dagskrá fyrir utan þessi formlegu mál er skýrsla stjórnar og við bjóðum Ellen Kalmon formann velkomna í pontu. Já, takk fyrir það.
Mér langar nú sérstaklega til þess að bjóða áheyrnarfulltrúa ungliðahreyfingarinnar velkomin hér í dag. Skýrsla formanns og framkvæmdastjórnar, þá hún svona. Við fluttum, ég ætla bara að hlaupa hér yfir helstu verkefni Öryrkjabandalagsins frá hausti 2014 til hausts 2015. Því að ársskýrsla bandalagsins, hún frá hausti til hausts eða frá aðalfundi til aðalfundar. Á meðan reikningar bandalagsins og starfsáætlun frá ári til árs, eða það að segja almanaksárið. Eitt stærsta verkefnið á árinu 2014, eins og þið kannski öll vitið, var að flytja skrifstofu ÖBÍ úr Hátúninu í Sigtún 42. Og ég vona svo sannarlega til að þeir séu flest búin að líta þar við. Þetta húsið á milli Grand Hotel og Ásmundarsafns og þeir eru ávallt velkomin í kaffi ef þið hafi ekki þegar kíkt við. Flutningarnir tóku mikinn tíma hjá framkvæmdastjóra, formanni og öðru starfsfólki og það alltaf eitt og annað sem kemur upp þegar þarf að taka ákvarðanir þegar verið að flytja. Það þarf að taka ákvarðanir húsgögn og hvert hlutir að fara og geymslur og svo framvegis. Tækjabúnaður var mikið til endurnýjaður og eitthvað á húsgögnum og því nú ekki alveg að fullu lokið. Og svo erum við með 2 fundarherbergi, það eitt sem heitir Ólafsstofa og nafnið eftir honum Ólafi Gísla Björnssyni sem ánafnaði ÖBÍ arf sinn sem að við erfðum allar hans eignir og það nýttist þeir fjármunir nýttist gríðarlega vel til kaup og nýju húsnæði og það var endurhannað eftir okkar þörfum. Skrifstofu ÖBÍ í A-álmu en í B-álmu eru nokkur rými og þau eru öll í útleigu og það eru nokkur aðildarfélög sem búa þar hjá okkur. Útleigan gerir það verkum að rekstur skrifstofu ÖBÍ nánast sjálfbær. Það að segja leigutekjurnar þær dekka nánast rekstrarkostnað skrifstofunnar. Í fyrsta skipti í nokkur ár þá var skrifstofa Öryrkjabandalagsins opin í sumar. Við lokuðum henni ekki, við höfum opið allan júlímánuð og það var bara nauðsynlegt. Það voru fjölmargir sem leituðu til okkar og það var líka ágætt fyrir starfsfólk sem að fékk tækifæri til að velja sér sumarfrí en ekki skikkað í sumarfrí í júlímánuði og hendaði vel til dæmis barnafólki. Þannig að það svona fjölskylduvænna og meiri þjónusta. Þannig við erum ánægð með það. Kjaramál, við vinnum fjölda mála og kjaramálin eitt svona eins og ég sagði, einn af svona stærstu verkefnum það kjaramálin og formenn hópa hafi verið mjög virkir í starfinu og ábyrgð þeirra hefur verið töluverð. En hér ætla ég að fara við nokkuð málefni og það byrja á kjaramálum sem stærsta verkefnið. Í kjaramálum hefur verið ritun og kynning á skýrslunni okkar Virkt samfélag en það liggja eintök af skýrslunni hérna frammi, ykkur til glöggvunar en svo hún líka á heimasíðun okkar. Í skýrslunni leggjum við áherslu á 4 flokka kerfi starfsgetumats að stoðþjónusta verði veitt fólki kostnaðarlausu þannig að fyrirtæki beri heldur ekki kostnað af hjálpartækjum sem notast við störf og að framfærsla verði ekki undir 306.000 á mánuði og að sú upphæð verði tryggð. Og það þetta skemmtilegt frá því að segja að við komum fram með þessa upphæð áður en kröfur Starfsgreinasambandsins voru opinberaðar 300.000 króna lágmarkslaun. En upphæðina fundum við út með því að uppreikna þá kjaragliðnun sem hefur myndast síðustu ár, auk launahækkana á vinnumarkaði og svo framvegis. Uppspretta þessara skýrslu almannatrygginganefnd Péturs Blöndals. Pétur Blöndal heitinn stýrði þeirri nefnd. Núna hefur hann Þorsteinn Sæmundsson tekið við. Og við eigum 2 fulltrúa í nefndinni og hún hefur verið starfandi núna í bráðum 2 ár. Það eru komin fram skýrsludrög og við getum mögulega skrifað undir eitthvað í þessum drögum en það eru samt svona grunnþættir eins og hvernig starfsgetumati eigi að vera háttað, þessar flokkarnir og greiðslurnar eitthvað sem að nefndin hefur ekki sæst á. Það að segja að það er ekki kannski beint verið að taka tillit til okkar tillagna í þeim efnum. Þannig við höldum áfram ótrauð og fylgjum að sjálfsögðu okkar sannfæringu í þessu. Við kynntum skýrsluna á framkvæmdastjórnarfundi í janúar 2015 og aðalstjórnarfundi í febrúar, þannig að skýrslan hún var samþykkt á báðum þessum fundum.
og síðan kynntum við hann á fjölmiðlafundi í Hringsjá í apríl 2015 og við höfum líka farið með skýrsluna inn í fjölda þingflokka. Og þar hafa, þingflokkarnir hafa bara spurt okkur spjörunum úr hvernig sjáu þið kjaramálin fyrir ykkur, hvernig sjáu þið svona starfsgetumat gerast og svo framvegis. Og við leggjum mikla áherslu á það að það verði ekki farið í starfsgetumat nema allt annað sé tilboð í kringum það. Það þarf að fullgilda samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks og það þarf að setja lög um bann við mismunun vegna fötlunar á vinnumarkaði. Það er meira í kjaramálum, það eru umsagnir til Alþingis. Við umfangsmesta vinnan er í raun og veru að vinna umsögn fyrir fjárlögin og það er oft á tíðum gera veigamiklar breytingar á sama tíma og við sendum inn umsagnir og það eru fjölmargir á skrifstofu Öryrkjabandalagsins sem koma að þessum umsögnum. Við höfum gert umsagnir um breytingar á lögum um almannatryggingar, slysatryggingar, félagsþjónustu sveitarfélaga, aldurstengda örorkuuppbót, úrskurðarnefnd velferðarmála og húsnæðisbætur svo eitthvað sé nefnt. Við höfum líka unnið fyrirspurnir í samvinnu við þingmenn og síðasta þingi voru 8 fyrirspurnir kjaramál unnar í samvinnu við þingmenn og lagðar fram til að fá fram upplýsingar og umræðu. Við höfum fengið svör við 7 fyrirspurnum og vinna í kringum eina fyrirspurn, hún getur í raun og veru tekið þó nokkur tíma því það er verið að velta hlutum fram og tilbaka. Fjöldi bréfa vegna ýmissa mála tengd kjaramálum hafa verið send til félags- og tryggingamálaráðherra, heilbrigðisráðherra, fjármálaráðherra, Landssambands lífeyrissjóða, Tryggingastofnunar ríkisins, umboðsmanns Alþingis, skattstjóra og fleiri aðila. Bréfin þau eru með fyrirspurnum, það er verið óskað eftir upplýsingum, ábendingum og við komum alltaf með einhverjar tillögur til úrbóta. Við höfum átt fundi, eins og ég sagði áðan, með fjölda ráðherrum og þingmönnum og þingflokkum og svo höfum við átt mörg viðtöl í fjölmiðlum um kjaramál. Hægja mér, takk. Við höfum átt viðtöl í fjölmiðlum um kjaramál, bæði í sjónvarpi og útvarpi og öllum helstu miðlum. Hér er svo mynd af krökkum í 1. maí-göngunni 2014 og af fyrirlesara sem hefur verið hjá okkur og svo framkvæmdastjóri átaks þarna á einni mynd og fólk sem við könnumst öll við. Greinaskrif, ályktun aðalstjórnar ÖBÍ frá 28. apríl. Þá ályktaði aðalstjórn gera þá kröfu að lífeyrir hækki að lágmarki í samræmi við krónutöluhækkun lægstu launa í yfirstandandi kjarasamningagerð. Svo ályktun var að sjálfsögðu send fjölmiðlum og hlaut einhver umfjöllun þar. Síðan eru það auglýsingar. Kjarahópurinn hefur líka komið að gerð auglýsinga. Hann kom að þessari auglýsingagerð sem þið hafi kannski séð, það eru vinna að myndböndum og það var kynning á ákvæðum á samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks og það voru tekin fyrir málefnin eins og heilsa, viðeigandi endurhæfing, viðeigandi lífskjör og fleira. Kjarahópurinn líka tekið þátt í 1. maí-gönguna að undirbúa hana og umræðu frumvörp, umræðu vettvang kjaramál og stuðla bara almennt að umræðum kjaramál. Kjaramálahópurinn hefur verið sérstaklega virkur og það er von mín að margir þeir sem eru í þessum hópi geti síðan haldið áfram að starfa með nýja kjarahópnum hér í framtíðinni. Við höfum sendt opið bréf til þingmanna fyrir fjárlög 2015 og svo vorum við með ráðstefnu mannréttindi fyrir alla 20. nóvember 2014 og þar var fjallað um þessi málefni. Hér svo myndir úr starfinu, þarna er mynd af stefnuþingi og það er mynd af Ívu Marín og Regínu Ósk að syngja í opnunar teiti þegar við fluttum inn í Sigtúnið. Svo eru pollapöngarar þarna á hátíð og svo sjáum við þarna fulltrúa frá Geðhjálp. Þessir 2 myndbönd sem að tengjast kjarahópnum er annars vegar myndband um örorkulífeyri, hvernig skerðingar verða á honum og svo forræðishyggju.
Það er að segja örorkulífeyrisþegar upplifa oft að það sé komið að þeim og þeir séu hvattir til þess að kaupa sér ódýrara og ekki veita sér hinn og þennan lúxusinn, og þannig að þetta er svona ádel á það. Og hann Baldur, tæknimaður upp í búri, hann ætlar að sýna ykkur fyrst myndband örorkulífeyri og svo forræðishyggju. Örorkulífeyrir. Myndband þetta byggir á sönnum atburðum. Skrifstofa. Það er ekki að með einhver laun. Hækka Baldur. Heyrðu. Hann heldur á seðlabúndi. Nokkur atriði síðan það er að ganga frá þér. Nú, hvað er það? Út í sambúð. Hann tekur seðla á búndinu. Svo barnið þetta verið 18. Hann tekur meira. Svo með fjármagnstekjur og laun frá öðrum. Hann leggur seðla á borðið. Já. Réttur henni nokkra seðla, heldur hinum eftir. Ég kemur sér réttar hendur. Hún tekur við peningunum og horfir spyrjandi á hann. Skerðingar á lífeyri, verri lífskjör. Getur skrifað undir það? Skoraðu þá á stjórnvöld að fullgilda samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks. Skrifaðu undir á slóðinni 3.2.vaff.obi.is/áskorun. Tryggjum öllum jafnan rétt. Forræðishyggja. Myndband þetta byggir á sönnum atburðum. Kjötfrystir í bónus. Ung ljósar kona með innkaupakerru, eldri kona fyrir aftan eltir hana. Unga konan tekur upp hálfan frosinn lambahrygg, skoðar og setur í kerruna. Nei, þetta er allt of dýrt. Fleygir hryggnum í frystin, æðir áfram og dregur hana heilla. Þetta er miklu praktískara. Bollasúpa. Svona súpupakkar kosti ekki neitt. Knorr, 2 pakkar. Unga konan lítur í kringum sig, þar gangi átt að kassanum. Fötlun kallar ekki á forræðishyggju. Geturðu skrifað undir það? Skoraðu þá á stjórnvöld að fullgilda samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks. Skrifaðu undir á slóðinni 3.2.vaff.obi.is/áskorun. Tryggjum öllum jafnan rétt. Já, takk fyrir þetta Baldur. Hér er rétt að segja frá því að hugmyndin að handritum og innihaldi myndbandana var til í grasrótinni eða í bakhópum ÖBI. Kjarahóp og hópum algilda hönnun og hópnum SRFF eða hópnum samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks. Myndböndin eru byggð á sönnum atburðum eins og kom fram og myndböndin sem þið sáuð hér voru einnig með sjónlýsingu. Ákveðið var að snúa valdahlutverkunum við, það er að segja að það er fatlað fólk sem er í hlutverku þeirra sem stjórna eða eru ráðandi í myndböndunum. En fengnir voru lærðir leikarar sem við vitum ekki betur en að séu ekki með fötlun til að leika hlutverk einstaklingsins sem er með fötlun í myndbandinu. Þessi ákvörðun var öll tekin í þessum bakhópum og þetta eru algjörlega frábærar hugmyndir hjá þeim og ég er svo glöð að við höfum náð að lyfta þeim svona vel fram. Mér þykir greiðlega vænt á að starfa með þessum hópum og hér í salnum eru einhverjir sem voru í þessum hópum og eiga þessar hugmyndir. Vil ég veifa höndum? Hver átti hugmyndina að þessu? Það er ein hönd á lofti. Og Bergur þar er þarna líka, já. Það er þeim að þakka að þessi myndbönd hafa orðið að veruleika. Gefum þeim gott klapp. Það er líka rétt að segja frá því að öll svona verkefni sem við förum í, þau eru með einhverju formi inn á starfs- og fjárhagsáætlun Öryrkjabandalagsins. Starfs- og fjárhagsáætlun er kynnt á fundi fyrir aðalstjórn og síðan fær fólk tækifæri til að koma með athugasemdir. Ég held að vera 1 eða 2 athugasemdir sem bárust fyrir síðustu starfsáætlun og þær voru báðar í raun og veru viðbót og voru bara teknar inn. Þannig að öll verkefni eru innan fjárhagsramma og hafa verið samþykkt með einu öðru formi á aðalstjórnarfundi, þannig að það er bara gott að vita hvernig það samþykktaferli hefur farið fram. Nú áfram þarf auðvitað að vinna að þessari skýrslu Virkt samfélag og það þarf að leggja áherslu á að lífeyrir almannatrygginga hækki verulega og dregi verður tekjuskerðingum í almannatryggingum. Við erum að skoða húsnæðismálin núna og húsnæðisfrumvarpið og samspil greiðslna lífeyrissjóða og almannatrygginga, það er ólíðandi eins og því er fyrirkomið í dag og það er eitthvað sem við þurfum líka að skoða og mögulega reyna að endurskrifa. Það eru þessar breytingar á greiðsluþátttökukerfi í heilbrigðisþjónustu. Við erum búin að gera drög að skýrslu sem að varða greiðsluþátttöku í heilbrigðisþjónustu og á síðasta fundi framkvæmdastjórnar þá var sú skýrsla samþykkt sem tillaga Öryrkjabandalagsins og mun afhendast nýrri stjórn og þessum væntanlega sem hópum heilbrigðismál til að vinna frekar og koma á framfæri.
Þannig að það er auðvitað verið að undirbúa líka svona búið að búa til svona startpakka til þess að afhenda þeim sem að munu taka við. Svo er auðvitað þeirra að ákveða hvernig úr því verður unnið. Samspil greiðslna lífeyrissjóða og almannatrygginga það var komið fram og síðan staða einstaklinga með hlutfallslegan lífeyri frá TR vegna fyrri búsetu erlendis. Og þá er það þannig að það er fjöldi fólk sem að annaðhvort hóf líf sitt í öðru landi eða fluttist utan tíma, til dæmis til náms, kemur svo heim og fær örorkulífeyri og þá er hann verulega skertur af því að þau bjuggu erlendis tíma. Þetta er eitthvað sem við þurfum líka að laga. Algild hönnun og aðgengi. Lagst var í greiningu á hver bæri ábyrgð þegar brotið gegn ákvæðum byggingarreglugerða aðgengi og kæruleiðir vegna brota könnuð. Og Stefán Vilbergsson, verkefnisstjóri hjá Öryrkjabandalaginu, hann hefur unnið með nefnd ÖBÍ algilda hönnun og hefur á árinu tekið við ýmsum ábendingum slæmt aðgengi og krefist úrbóta hjá ábyrgðaraðilum. Ákveðið var að auðvelda fólki að senda ábendingar óaðgengileg mannvirki á nýja heimasíðu ÖBÍ. Áformum stjórnvalda hefur líka verið mótmælt. Í lok maímánaðar voru tilkynnt áform ríkisstjórnarinnar í húsnæðismálum og þar er gert ráð fyrir að ákvæði byggingarreglugerðar algilda hönnun verði rýmkuð þannig að ekki verði hægt að byggja húsnæði sem ekki fellur undir þau. Þessu var mótmælt með grein sem birtist í Fréttablaðinu og rafrænu tímariti ÖBÍ. Formaður ÖBÍ og Stefán Vilbergsson fóru á fund með umhverfisráðherra vegna málsins. Aðgengiseftirlit. Þrýst hefur verið á að aðgengiseftirlit verði sett á laggirnar og þá hugmynd eiga þeir alveg skuldlaust Guðjón Sigurðsson og Arnar Helgi og þeir hafa unnið ötullega að því og fundað með alþingismönnum, ráðherra og slökkviliði höfuðborgarsvæðisins og framundan eru fleiri fundir þetta mál. Námskeið fyrir byggingafulltrúa. Bréf var sent til allra byggingafulltrúa á landinu í mars þar sem mikilvægi eftirlits með aðgengi og byggingum var áréttað. Við höfum líka átt samstarf við aðila ferðaþjónustunnar. Það hefur verið fundað með ferðaþjónustu bænda og varð úr að ferðaþjónustu bændur voru hvattir til að huga betur aðgengismálum auk þess sem tryggt yrði að aðgengi væri vottað hjá tveimur aðilum í hverjum landshluta fyrir næstkomandi áramót. Í undirbúningi er svo frekara samstarf við Ferðamálastofu og þekkingarmiðstöð Sjálfsbjargar aðgengi að ferðamannastöðum. Það er líka verið að skoða aðgengi á vefnum. Könnun var staða aðgengismál á vefnum á fundi með vefstjórum Stjórnarráðsins en átaksverkefni ríkisstjórnarinnar bætta opinbera vefi lauk síðastliðin áramót. Starfsmenn Blindrafélagsins sem aðstoða vefstjóra við að bæta aðgengi á vefsíðum sögðu frá starfseminni á þessum fundi nefndarinnar. Það er líka verið að skoða gangbrautir og tifbox. Upplýsingar hafa fengist frá borginni fjölda gangbrautaljósa með tifboxum eða hljóðmerki. Unnið verður á útgáfu leiðbeininga eða krafna uppsetningu og hönnun gangbrauta að erlendri fyrirmynd. Fundað verður á næstunni með sérfræðingum borgarskipulag. Svo var það 17. júní. Á 17. júní satt ég á sófanum heima hjá mér og ætlaði að horfa á ræðu forsætisráðherra við hátíðarhöldin á Austurvelli og þá kom í ljós að það var engin táknmálstúlkur. Það var engin táknmálstúlkur á staðnum og það var engin textun í sjónvarpinu. Þannig ég sendi bréf á RÚV, innanríkisráðherra, mennta- og menningarmálaráðherra og forsætisráðherra. Einhverjir hafa svarað en ekki allir þó, en það er klárlega í stefnu RÚV að sinna þessum hópi, að sinna hópi heyrnarlausra og heyrnarskertra með því að notast við textun og forsætisráðuneytið svaraði því til að þau væru bara svo nýbúin að taka við þessum viðburði sem Reykjavíkurborg áður sinnti að þau væru svona kannski ekki alveg búin að átta sig á þessu en þau ætlaði að reyna að koma til móts við þennan hóp á næsta ári. Þannig að við þurfum að fylgja því bara enn frekar eftir. Við fengum líka ábendingar á það að það væri ekki aðgengileg salerni á útihátíðum. Það eru sett svona færanleg salerni hér og þar, en þau voru ekki aðgengileg. Þannig að við höfum samband við borgina
og bentum á þetta, og það var svo að það urðu 2 aðgengileg salerni allavega á menningarnótt í Reykjavík. Síðan höfum við gert 6 umsagnir þingmál. Já. Ég álít umsagnir eins konar bara lögbundna skyldu ÖBÍ. En það verður óratími að skrifa umsögn og ég vil hvetja bara ykkur félögin til að leita til okkar með umsagnir. Við getum hjálpast að og þið getum fengið umsagnir frá okkur og þið getum þess vegna bara klippt og skorið þær og nýtt okkar orð sem ykkar af því að það er auðvitað miklu sterkara að koma umsagnir frá fleiri aðilum af því að þegar að nefndin kallar inn þá sem að hafa sent inn umsagnir til að mæla með þeim þá eru fleiri sem sitja við borðið frá ÖBÍ, það er að segja þið, frá félögunum og þá eru fleiri sem að segja sama hlutin og það hlýtur að hafa meiri áhrif því fleiri sem við erum. Nú eru 3 myndbönd sem að mig langar til að fara í gegnum og þau varða öll þetta aðgengi. Það er fjölskyldulíf, það er aðgengi að mannverkjum, það eru upplýsingar, það er aðgengi að upplýsingum og það er myndband sem við köllum útilokun. Baldur. Fjölskyldulíf. Myndband þetta byggir á sönnum atburðum. Maður með hatt í hjólastól og stelpa með þylitösku kom að tónlistaskóla með nokkrum útitröppum. Ég bið það bara hér. Hann er með kökudisk á lærunum. Ebbi, ekki glemma kökunni. Hann réttur henni súkkulaðikökuna. Hlusta bara gegnum gluggann. Hún fer upp tröppurnar og inn. Hann snýr hjólastólnum frá tröppunum og kemur sér fyrir neðan við glugga. Stelpan birtist í glugganum. Pabbi, það er alveg að koma mér. Mundu bara það sem við töluðum Bein í baki, beina núllið. Já. Það gengur þetta vel. Ok. Hún hverfur úr glugganum. Hann hlustar niður á gangstéttinni. Aðgengi fyrir alla. Geturðu skrifað undir það? Skoraðu þá á stjórnvöld að fullgilda samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks. Skrifaðu undir á slóðinni 3.2.vaff.obi.is/áskorun. Tryggjum öllum jafnan rétt. Upplýsingar. Myndband þetta byggir á sönnum atburðum. Fyrirlestur. Jæja, þá er komið að mikilvægasta efni í kynningarinnar og ef það er eitthvað sem ég vil að þið takið með ykkur út hérðan þá er það þetta hérna. Glæra með grafi. Eins og þið sjáið. Kona með dökkleiru og blindrastaf í salnum. Hún rétt sér móta fyrir útlínu mannsins. Og svo er eins og þið sjáið á næstu glæru þá getur útkoman orðið hrikaleg og þetta er akkurat eitthvað sem við viljum alls ekki sjá gerast. Aðgengilegar upplýsingar fyrir alla. Getur skrifað undir það? Skoraðu þá á stjórnvöld að fullgilda samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks. Skrifaðu undir á slóðinni 3.2.vaff.obi.is/áskorun. Tryggjum öllum jafnan rétt. Útilokun. Myndband þetta byggir á sönnum atburðum. Ung kona situr í sófa með 2 öðrum. Það er veisla, kveikt á kertum og allir með partíhatta. Fleira fólk situr á stólum. Allir nema unga konan syngja brosandi. Miðaldra karlmaður klappar í opnu eldhúsi. Brosandi miðaldra kona gengur til hans og allir klappa. Þau faðmast og kyssast. Karlinn tekur fram strápils úr plasti. Konan fer hjá sér. Hann rétt reynir alla að klæða sig í og hún gerir það. Unga konan lokar augunum og sígur vörina. Eldri konan brosir og hlær og maðurinn setur á hana kúrekahatt með bandi. Unga konan horfir í kringu sig, allir hlæja og hún brosir. Maðurinn réttir konunni þykistu sverð, hún snertir báðar axlir hans með því og þykist slá hann til riddara. Unga konan horfir á fólki í kringu sig og pírir augun hugsi. Tjáskipta leiðir að eigin vali, virk samfélagsþáttaka. Geturðu skrifað undir það? Skoraðu þá á stjórnvöld að fullgilda samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks. Skrifaðu undir á slóðinni 3.2.vaff.obi.is/áskorun. Tryggjum öllum jafnan rétt.
Já, ekki að klappa fyrir þessu. Mér finnst líka rétt að segja ykkur frá því allir leikarar, allir sem tóku þátt og voru í mynd, þeir gáfu vinnu sína. Og svo vona ég auðvitað þessi öll búin að skrifa undir og ef ekki þá tölva hér frammi og blað og ég hvet ykkur til þess að skrifa undir og posta þessu endilega á fjársbókinni hjá okkur því við höfum ekki enn afhent stjórnvöldum undirskriftalistan. Þannig að ég hvet ykkur endilega til þess og deila þessum aldeilis fínu myndböndum. Heilbrigðisþjónusta. Greiðsluþátttöku í heilbrigðisþjónustu, lyf við hæfi, þið þekkið kannski öll lifrarbólgumálið sem nú hefur verið mikið í fjölmiðlum og er algjör óhæfa. Hjálpartæki til lyfjaintöku, þau eiga bara að vera ókeypis, alveg saman hvort þetta strímill eða vél eða eitthvað, já, þvagleggur eða hvað það nú heitir. Þetta á bara alltaf að vera ókeypis. Sjúkraþjálfun, sálfræðiþjónusta. Þetta er allt sem að allt þetta er sem sagt í þessari skýrslu okkar heilbrigðisþjónustuna sem ég minntist á hér áðan og verður fært stjórn sem að tekur við. Menntun og atvinna. Lög bann við mismunun á vinnumarkaði. Þetta er hlutur af skýrslunni okkar Virkt samfélag sem við teljum að sé gríðarlega mikilvægt að verði fest. Og svo vorum við ráðstefnuna sem að kallast Sköpun skiptir sköpum. Þar vorum við að tala aðgengi fatlaðs fólks að listmenntun, aðgengi af vinnumarkaði, það er að segja að fatlað listafólk getur líka haft atvinnu af því að vera listamenn. Já, að því að rannsóknum kemur fram að mikill meirihluti örorkulífeyrisþega vill vinna. Hins vegar er eingöngu rúm 30% þeirra með einhver atvinnutekjur. Aðspurðir telja þeir helstu hindranir fyrir atvinnuþátttöku fyrst og fremst tengjast hinum ýmsu þáttum vinnumarkaðarins. Næst koma miklar tekjutengingar almannatrygginga og svo heilsuleysið af fötlun. Það er því stór hópur fólks á Íslandi sem upplifir að hann sé útilokaður frá þátttöku á vinnumarkaði. Aðgengi örorkulífeyrisþega atvinnu er því ekki fullnægjandi á Íslandi. Og hægt var að bæta úr því með fjölgun hlutastarfa og auknum sveigjanleika á vinnutíma. Frá október 2014 hefur ÖBÍ unnið að átaksverkefni í samvinnu við Vinnumálastofnun þar sem að opinberar stofnanir og ríki voru hvött til þess að ráða fólk með skerta starfsgetu. Og Halldór Sævar Guðbjörnsson, varaformaður ÖBÍ, hann átti hugmynd að þessu átaki. Hann sagði það er alltaf verið að búa til 100 störf fyrir stúdenta á sumrin, af hverju ekki búin til 100 störf fyrir fólk með skerta starfsgetu. Ráðherra tók vel í þetta og við húrruðum Landssamtökin Þroskahjálp í þetta með okkur og unnum þetta saman. Við vorum líka með málþing framhaldsskóla eða framhaldsskóli fyrir alla og það var menntun fatlaðs fólks, aðgengi og úrræði. Atvinna fyrir alla var málþing í maí sem hét Atvinna fyrir alla, allra hagur. Þannig að við höfum gert eitt og annað til þess að vekja athygli á því að fatlað fólk og fólk með skerta starfsgetu vill gjarnan taka þátt á vinnumarkaði en vinnumarkaðurinn er kannski ekki endilega tilbúin til þess og lögin styðja ekki heldur við það. Þetta er eitthvað sem við þurfum að vinna áfram. Engin mismunun á vinnumarkaði og þá sjáum við myndbandið Fordómar. Fordómar. Myndband þetta byggir á sannum atburðum. Maður með skeggið prjónapeysu situr við tölvu. Halló. Já, Pétur. Hann rær sér og kyngir munnvatni. Já, þetta komið hérna. Sælir. Ég held ég treysti mig ekki vinnu í dag. Ég kyngir aftur. Ég veikur. Nú, hvað er það? Já, sko, Hann er kvíðinn. Ég er búinn að vera þunglynd í smá tíma og ég held ég bara treysti mér ekki í vinnu í dag. Þunglindur? Það er eitthvað að stoppa eitthvað á vinnuna? Grípur andan á lofti. Já, sko, ég held ég verði bara að vera heima, sko. Ég var að tala við sálfræðingi minn og hann sagði að... Gummið þungbúinn. Það verður að hringja hérna á hinu línunni. Gerum mig greiða, skelltu bara í kaffi. Bara í sturtu og drulla svo í vinnuna. Ok? Heyrast. Pétur svarar aftur. Halló. Blessaður. Ellir. Ég kemst ekki vinnuna. Nú, hvað ert þú þunglindur líka, eða? Ég
Ég er með flensu. Nei, Svipurinn breytist. hvað segirðu, elsku kallinn maður? Jafn réttur á vinnumarkaði án mismununar. Getur skrifað undir það, skoraðu þá á stjórnvöld að fullgilda samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks. Skrifaðu undir á slóðunni 3.2.vaff.obe.is/áskorun. Tryggjum öllum jafnan rétt. Já, svona voru þau orðin og hann þið heyrðu kannski, það var hann Stefán Konráðsson þarna í símanum sem er sendill hjá okkur Öryrkjabandalaginu. Þið þekkja hann hefur kannski mikið verið á þroskahjálp líka. Ég vissum að margir sem kannast við hann yndislegur, mikið uppáhaldan Stefán. NPA, sjálfstætt líf. Það var þverpólitísk samstaða NPA í upphafi og því má segja að pólitískur vilji hafi klárlega verið fyrir hendi. Nú er hins vegar ljóst af hálfu sveitarfélagana þeir fjármuni sem ríki greiði til sveitarfélagana til að standa undir NPA-samningum eru ekki nægir. Ríki og sveitarfélag voru ásátt að fara af stað með NPA-verkefnið og fatlað fólk sem nýtur NPA-þjónustu hefur öðlast meira sjálfstæði með NPA. Auk þess eru fjölmargir sem hreinlega geta ekki lifað af án NPA. Fólk sem þarf sólarhringsþjónustu. Þannig fyrir suma er þetta klárlega lífsspursmál. Það er mikilvægt í þessari umræðu að fólk fái þjónustu við hæfi og þannig að ríki og sveitarfélög verða fyrst og fremst að standa við þann hluta samkomulagsins. Það er að segja þann hluta samkomulagsins sem snýr að fólkinu sjálfu. Við getum ekki tekið afstöðu með því hvaðan fjármunir eiga að koma. Það er ekki okkar hlutverk. Heldur er okkar hlutverk að taka afstöðu með mannréttindum fatlaðs fólks. Stjórnvöld á Íslandi hafa ekki sett mannréttindi fatlaðs fólks í forgang og má þar meðal annars nefna að þau undirrituðu samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks árið 2007 og hafa ekki fullgilt hann né lögfest. Eins og þið kannski vitið þá er Ísland eitt 4 ríkja í Evrópu sem ekki hefur lokið því ferli og því er gríðarlega mikilvægt að stjórnvöld, ríki og sveitarfélög semji um NPA og gæti þess að fatlað fólk njóti þeirra þjónustu sem þarf til að lifa sjálfstæðu lífi og hafi sömu tækifæri á samfélagsþátttöku til jafns við aðra. Hér er mynd af ýmsum verkefnum. Það eru myndir bæði af stefnuþinginu, þar sem að Erna talar þarna í mikrofón og Steinunn Ólína leikkona stendur þarna fyrir aftan hana. Svo er mynd af manni sem er bera ofan, hann situr í hjólastól og málar með munnunum. Og svo er mynd af mömmu með strafnum sínum að mála á listaverk í safninu sem er manneskja íklædd, ég veit ekki hvað maður segja, þetta er nánast eins og nælonsokkur nema þú sérð ekki í gegnum hann. Og svo er hún Kolbrún þarna með gjörning. Ýmis verkefni, við höfum verið með 1. maí 2015, það var atvinna fyrir alla, það var bara ein krafa og við dreifðum buffum. Buffin er líka að finna hér frammi og undirskriftasöfnunin stendur enn yfir eins og ég sagði. Ég sendi nú bara í vikunni tölvupósti þingmanna þar sem ég var að minna á þetta og sendi þeim linkin og öll myndböndin. En myndböndin voru nefnilega frumsýnd á vísi.is, þannig að það var alltaf frumsýnd eitt í einu og síðan hafa verið skrifaðar greinar, sem sagt 7 greinar, það voru 5 greinar myndböndin þar sem eru að fjalla efnistök myndbandana. Og ég veit að næsta grein sem er í bið er frá henni Önnu Gunnhildi Ólafsdóttur hjá Geðhjálp og fjallar sem sagt, þetta myndband mismunun á vinnumarkaði. Þannig að það eru 2 greinar heldur sem eiga eftir að birtast ennþá inn í fréttablaðinu. Og þetta var allt líka unnið í bakhópunum og það voru bakhóparnir sem ákveðu hverju myndu skrifa greinarnar. Já. Hvatningarverðlaun, árleg og skemmtileg, styrki til Galway, það var 4 fötluðum konum veittur styrkur til þess að fara á námskeið í Galway hjá University of Ireland in Galway sem fjallaði samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks. Þetta var viku námskeið og við höfum lagt áherslu á það síðustu 2 árin að styrkja okkar fólk til þess að læra meira og dýpka þekkingu sína samninginn og hjálpa okkur til að vera boðberar samningsins út í samfélagið.
Því fleiri sem við menntum og uppfræðum í þessu, því fleiri raddir fáum við með okkur. Rannveig Traustadóttir, hún var með námskeið samningin sem stóð öllum félögum til boða þeim að kostnaðarlausu. Það var fín þátttaka á þetta námskeið sem tók 2,5 daga og var alveg sérstaklega fræðandi. Formannafundir hafa verið 3 talsins. Það var einn núna í haust, einn í vor og einn síðastliðið haust. Og þeir hafa verið þannig að þetta var svona upplýsing- og spjallfundir auk hópeflis. Og þá hafa einhver félög hafið samstarf í kjölfar formannafunda og það er bara gríðarlega skemmtilegt og mikilvægt að félögin hittist svona, formennir hittist, geti rætt málin sínu milli, því það er oft gríðarlega erfitt starf að vera formaður. Flest allir, ef ekki allir, eru í sjálfboðaliða starfi og þeir þurfa að hvetja stjórnina til góðra verka og halda öllum boltum á lofti í sjálfboðavinnu. Og þetta er oft unnið utan vinnutíma, þannig að það er gríðarlega mikilvægt að þeir geti hist og rætt saman og læri hvor af öðrum. Þetta verður mjög skemmtilegt. Já, eins og ég sagði, þá eru einhver félög sem hafa hafið samstarf og það er bara gríðarlega gleðilegt. Og það er auðvitað bara mjög mikilvægt að finna baráttugleðina í þessu starfi. Upp í aðildarfélögum, já, svo hélt hún Margrét Jochumsdóttir, ritstjóri hjá okkur, hún hélt 2 Facebook-námskeið sem voru líka ókeypis fyrir aðildarfélögin og þessi Facebook-námskeið voru vel sótt í bæði skiptin. Svo rekum við dómsmál og loksins hefur ungliðahreyfingu upp í farið á stað, gríðarlega ánægð með það, sterkur hópur ungs fólks þar, öflugur hópur og hann fer stækkandi. Þarna er mynd af ungri konu sem er í þessu starfi, ungliðastarfinu hjá okkur. Erlent samstarf, við erum í norrænu samstarfi, annars vegar erum við í norrænu samstarfi með hinum aðildarfélögunum á Norðurlöndunum og svo set ég í ráðgefandi ráði til norrænu ráðherranefndarinnar. Og þar lærum að lobbyisma par excellence. Það þarf alltaf að fara margar kræklóttar leiðir til þess að komast að ráðherranefndinni. En ég held núna, við erum búin að starfa í þessari nefnd í 2 ár, hún hefur bara verið í gangi í 2 ár. Mér sýnist núna við mögulega vera að fá að komast almennilega á dagskrá hjá norrænu ráðherranefndinni. Það er búið að taka 2 ár. Þannig að þetta tekur sinn tíma. Svo tökum við þátt í European Disability Forum eða ETF og sækjum þar fundi 2 á ári og allir þessir fundir eru greiddir af ráðunum. Það er Norræna velferðarmiðstöðin sem greiðir kostnað við þessa fundi ráðgefandi nefndarinnar og það er Evrópusamstarfið sem greiðir kostnaði við þá fundi, við Evrópufundina. Svo er það heimasíðan, hún er búin að vera í vinnslu í nokkra mánuði og fer nú að líta dagsins ljós. Hún er ekki alveg tilbúin en hún er snjöll, þannig að hún hafa komist í snjallsíma. Það er búið að notendaprófana og nú er verið að ljúka aðgengisprófun og við erum bara stolt af því að sýna þessa nýju heimasíðu. Ég ætla bara rétt að sýna henni hér en hún fer ekki í lofti fyrir það búið að tvífara og tvítjekka allt saman. Og þá er næsta verkefni eins og samþykkt var á starfsáætlun, reyndar var það samþykkt á starfsáætlun bæði fyrir 2014 og 2015 að fara í innri vef. Hann er næstur á dagskrá og ég vonast til þess að við getum hafið vinnu við hann núna á haustmánuðum. Vefsíðan, Baldur. Getur eitthvað stjórnast í henni hér eða gerir þú það bara, Baldur? Já, Baldur gerir það bara. Þú vildi bara renna hægt svona yfir hana. Já, ég ætla að tala um leið og ég hef búin að átta mig á því hvernig þetta gengur. Baldur, viltu fara efst kannski og svo bara renna hægt niður? Já, tími, þetta er síðast. Já, þannig að hún er með þessum gula lit sem er í logoun okkar og efsti borðin er skorum á stjórnvöld þar sem að fjöldi þekktra einstaklinga í okkar röðum eru þarna í mynd
Síðan koma táknmyndir þar fyrir neðan. Ein táknmyndin er aðildarfélög, næst er sjónvarp ÖBÍ, svo er það vefritið og svo er það ábendingar. Síðan ef þú skrollar aðeins niður, Baldur, þá eru fréttir og tilkynningar. Það er þarna tilkynning sem stendur skrifum undir mannréttindi fatlaðs fólks. Það er tilkynning sem segir ríkisstjórnin að halda öryrkjum í fátækragildru og það eru myndir af formanni þarna á báðum stöðum. Og svo er tilnefningar óskast til hvatningaverðlauna og þá eru svona táknmyndir bent á þann sem er bestur, hvatningaverðlaun ÖBÍ, tilnefningar óskast. Og svo er það skrifstofu ÖBÍ verður lokuð 4. september vegna ráðstefnunar, sú tilkynning. Og hún var lokuð 4. september vegna ráðstefnunar sköpun skiptir sköpum, að við þurftum allt starfsfólki okkar til þess að sjá þetta svæði, að því að ráðstefnan var á 3 stöðum. Hún var annars vegar á Grand Hoteli, svo hafði fólk aðgengin í húsið okkar og svo var hún á Ásmundarsafni. Þannig að við notuðum allt starfsfólki þá vinnu. Síðan kemur vefrit ÖBÍ og svo kemur viðburðardagatal og svo kemur svona myndasíða. Getur fara aðeins neðar, Baldur? Já, neðst er svo upplýsingar öryrkjabandalagið, heimilisfang og svo ráðgjöf og þjónusta, samningu Sameinuðu þjóðanna, ert að leita að húsnæði, félags- og lögfræðiráðgjöf og svo útgáfa, skýrslur og kynningarefni, greinasafn, vefrit og svo ÖBÍ, þar stendur starfsmenn, hvatningaverðlaun ÖBÍ, málþing og ráðstefnur, fundargerðir og ályktanir. Svona lítur hún út í grófum dráttum og á að vera aðgengileg öllum. Takk fyrir, Baldur. Við höfum verið á landsfundum Samfylkingarinnar, Framsóknarflokksins og fáum inn á landsfundi Sjálfstæðisflokksins núna í lok október þar sem við erum með kynningabás. Það hafa alltaf einhverjur úr okkar röðum, bæði starfsfólk og félagar úr aðildarfélögum verið á þessum fundum og verið með kynningu. Fjölmiðlaumfjöllun er gríðarlega, hún hefur aukist jafnt og þétt á árinu 2014 og svona aftur 15 og fjölmiðlaumfjöllun er bara gríðarlega mikilvægt vopn í baráttunni. Ég hef haldið hádegisverð með fjölmiðlafólki í upphafi árs þar sem ég hef sagt svona hvernig línurnar liggja og hvað er framundan hjá okkur og hvað svona væri gott fyrir þá að hlusta eftir. Og svo eru við þetta með veftímarit og tímarit sem er gefið út einu svona ári og þetta tímarit sem er gefið út einu svona ári því er dreift á öll heimili landsmanna. Facebook síðan okkar, hún er mjög virk, við erum með 5.200 held ég fylgjendur og það er gríðarlega mikil umferð hana sem segir ég vil meira en fylgjendurnir. Þetta er alveg hryllileg mynd af formanni og Sigmundi Erni á sem fjölmiðlafundi. Við erum bæði afskaplega einhvern veginn saman reikin og þunga brú, en stundum myndast maður bara illa og það er bara fínt. Ég ætla bara að hætta þessu núna og láta gott heita þó svo ég geti sagt ykkur eflaust miklu meira. En ég hef trú á því, kæru félagar, að saman erum við sterkari, eigum góðan fund og njótum dagsins. Takk. Við þakkum Ellen fyrir þetta. Næst á dagskrá eru reikningabandalagsins. Kannski, já, ég ætlaði kannski að taka það fram að umræður skýrslustjórnar og það verða teknar hér þegar búið að fara yfir reikninga bandalagsins og við tökum saman umræðum það. Er þetta efnisleg fyrirspurn eða fundarstjórnarleg? Þá tökum við hana bara þegar við opnum á umræðuna þegar búið að kynna reikninga bandalagsins. Þú komið fyrstur á mælendaskrá þar. Gjörðu svo vel. Er mikrofón hér? Þú til að hingra aðeins. Þannig hérna, Gísli.
ætla að biðja þá sem taka til máls að kynna sig. Tæknin eitthvað að því. Takk fyrir það. Já, góðir fundarmenn, fundarstjórar, Gísli Helgason heiti ég. Mér langar að gera athugasemd við fundarstjórn vegna þess að ég álít að skýrsla stjórnar sé sérplagg og reikningarnir séu sérplagg af því að í rauninni stutt útgáfa af reikningunum aftast í skýrslu stjórnar en síðan eru reikningarnir birtir í heild og við erum hér allmörg inni sem kannski eigum dálítið erfitt með að kynna okkur þetta alveg til hlítar á meðan fundurinn stendur þó við höfum kannski gert það en ég fer fram á að umræðunum skýrslu stjórnar og formanns verði sér liður undir skýrslu stjórnar en ekki undir reikningum og skýrslu. Takk. Já, takk fyrir það. Þetta hefur verið svona hjá okkur á síðustu aðalfundum. Ég geri engar athugasemdir við það. Sjálfur sér ef að menn vilja ræða skýrsluna, sjáum við ekki að það breyti miklu en þá verðum við að hafa það á hreinu að umræður eru þá takmarkaða núna skýrsluna og á eftir reikningabandalagsins og þá þýðir ekki að ræða skýrsluna undir liðnum reikningar. Þess vegna heldum við að fólk vildi einfaldlega fá heildarmyndina af starfsárinu, fjármálin líka inn, áður en það færi að ræða skýrslu stjórnar og að því að afsakið reikningar eru og fjármál hluta af því. En sé þetta eindregin ósk, þá það alveg sásökulaust á okkar hálfu. Við töldum hitt einfaldlega hentugra fyrir alla. Þá orðið þitt, Gísli. Halló, komið sæl, Gísli Helgason hér. Mér langar að þakka fyrir mjög yfirgripsmikla og ágæta skýrslu. Og þessi myndbönd, þau slóðu mann dálítið mikið, þetta vel gert allt saman. En ég hjó eftir því að formaður talaði mikið atvinnumál og atvinnu fyrir alla. Og eftir því sem skildist þá Öryrkjabandalagið í sameiginlegu átaki með Vinnumálastofnun sem snýr að því að fjölga störfum fyrir fatlað fólk hjá opinberu stofnunum, taki eftir opinberu stofnunum. Þá spyr ég, Öryrkjabandalagið ekki opinber stofnun? Öryrkjabandalagið einkasamtök? Ástæðan fyrir því að ég spyr svo að nú fluttum við í nýtt og glæsilegt húsnæði og þegar ég kom þarna fyrst þá var ég alveg stórhrifinn af því hvernig þetta hefði tekist til og öllum þeim sem stóðu að þessu til fyrirmyndar gáði að því að sá sem gaf fjármagn til þessa hús var mjög fatlaður maður Ólafur Gísli Björnsson og hann hefur sjálfsagt átt mjög undir högg að sækja á sinni tíð vegna fötlunar sinnar. Ég hjó eftir því í skýrslu Vinnustaða Öryrkjabandalagsins að þar virðist dálítið erfitt verkefni, til dæmis hjá ræstingadeildinni. Ræstingadeildin sá þrif í Hátúni 10 en þegar flutt var í Sigtún 42 þá var samningum við vinnustaðina sagt upp vegna þrifa á því húsnæði og við langar að biðja Þorstein Jóhannsson að staðfesta þetta að ég farið með rétt mál. Mér langar að spyrja af hverju var þessu samningi sagt upp? Ekki Öryrkjabandalagið að stuðla að atvinnu fyrir alla og ekki Öryrkjabandalagið það sett á fót á stofn fyrirtæki til þess að skapa fötluðu fólki atvinnu? Því miður hefur starfsemi þessa fyrirtækis dregið saman vegna ýmissa hluta og það gríðarlega mikilvægt að bandalag sem heildarsamtök fatlaðs fólks á Íslandi sýni góða fyrirmynd í að ráða fatlað fólk í vinnu, hvort sem það útlitslega fagurt eða ekki. Takk fyrir mig. Takk fyrir þetta, Gísli. Við ætlum að safna saman fyrirspurnum. Frímann næstur, þú svo þriðja.
Getum við fengið mikrofón hingað? Hérna fremst. Góðu félagar, ef við ætlum að ræða skýrslu stjórnar, þá finnst mér umræðan þurfa að vera bara hana. Hérna var fara að ræða skýrslu einstakra vinnustaða. Þá náttúrulega langbest að fá þær bara allar fyrst fram áður en fara að ræða skýrslu vinnustaðana undir skýrslu stjórnar og svo aftur þá þvers og kruss. Er ekki einfaldlega að fá bara allt þetta fram og ræða það úr því menn eru hvort sem er með þess að fyrsti ræðumaður að grauta þessu saman. Svo þakka ég bara fyrir góða skýrslu. Takk fyrir. Takk fyrir það. Við héldum það sem fundarstjórar að það var einfaldast að fá öll gögn fram og svo var þetta rætt. Við erum svo sveigjanleg þekkt fyrir það að við ákváðum bara að verða við þessari ósk hérna. Nú erum við, en við erum líka lýðræðiselskandi, þannig að nú ætlum við einfaldlega að bera það upp fyrir fundinn. Eigum við að þá halda okkur við dagskránni eins og átt að vera, að ræða hér skýrslu, að hérna það er búið að kynna skýrslu stjórnar, taka hér reikninga og svo liggja frammi hinnar skýrslurnar, að ljúka þeirri yfirferð áður en við opnum á umræður. Þeir sem eru samþykkir því gefi merki. Þeir sem á móti kunna vera, það er samþykkt með þorra atkvæða gegn fáum. Þá höldum við áfram. Þá er komið að reikningum. Mér langaði kannski rétt að taka það fram fyrir ekki þau höldur að, já, nei, það er komið hérna, það var að stríða okkur aðeins ljósið. Það er eiginlega, getur einhver tæknimaður aðeins minnka ljósin á okkur hérna uppi. Við erum frítt og fallegt fólk en það er nú kannski óþarfi við séum í svona miklu kastljósi. Takk fyrir. Takk. En þá er komið að reikningum bandalagsins. Það er Guðmundur Snorrason, endurskoðandi PricewaterhouseCoopers sem fer yfir reikninga. Á því loknu munu Lilja Þorgeirsdóttir og Grétar Pétur Geirsson, gjaldkeri Öryrkjabandalagsins, verða til svara. Og eins og við töluðum áðan þá er þá umræða líka skýrslu stjórnar, þannig að Ellen verður að sjálfsögðu til svara fyrir hana og hinar skýrslurnar voru lagðar fram eins og kemur fram í dagskrá. Gjörðu svo vel, Guðmundur. Já, fundarstjóri og góðir fundarmenn. Ég ætla að fara yfir reikninga Öryrkjabandalagsins fyrir síðastliðið ár. Samandregið úrdráttur úr reikningunum er að finna í ársskýrslu Öryrkjabandalagsins á blaðsíðu 81 held ég. En hér sem sagt munum við renna yfir reikningin í heild sinni. Á blaðsíðu 2 er skýrsla framkvæmdastjórar og áritun stjórnar. Þar er greint frá meginstarfsemi bandalagsins og helstu niðurstöðum reikningsins og greint frá kaupunum á húsnæðinu í Sigtúni og að starfsemin hafi flust þangað á árinu. Og þarna sjáum við áritun framkvæmdastjórnarinnar. Síðan er það áritun endurskoðanda og félagskjörinna skoðunarmanna. En í niðurstöðu okkar að aflokinni endurskoðun þá segir það er álit okkar að ársreikningurinn gefur glögga mynd af afkomu bandalagsins á árinu 2014, efnahag þess 30. og 1. desember 2014 og breytingu á handbæru fé á árinu 2014. Í samræmi við lög og settar reikningsskilareglur og að skýrsla stjórnar hafi að geyma þær upplýsingar komi þar ekki fram annars staðar í ársreikningnum sem þar ber að veita í samræmi við lög og ársreikninga. Sem sagt, engar athugasemdir. Á blaðsíðu 4 er rekstrarreikningur fyrir liðið ár. Þar kemur fram að
framlag frá Íslenskri getspá sem eru náttúrulega megin tekjustofn bandalagsins voru 459,9 milljónir króna á árinu 2014. Nýr tekjupóstur kemur inn á árinu, það er að segja leigutekjur, því að bandalagið sjálft ekki að nýta húsnæðið að fullu inn í Sigtúni og það gaf á síðastliðnu ári, sem var náttúrulega bara hluti ársins, 4,2 milljónir króna í tekjur. Aðrar tekjur, það eru auglýsingatekjur upp á 330.000 krónur. Þannig að heildarrekstrartekjur á árinu voru 464,5 milljónir króna á móti 466 milljónum króna árið á undan. Það er að segja örlítið lægri tekjur en á árinu 2013 kom sérstakt auka framlag frá Íslenskri getspá upp á 24 milljónir sem ekki var til að dreifa á árinu 2014. Nú ef við förum í rekstrargjöldin, stjórnin ákvað að breyta aðeins framsetningu rekstrarliðana í rekstrarreikningnum og hafa meiri sundurliðun í rekstrarreikningnum sjálfum en áður var. En ég mun nú fara og tíunda einstaka liði. Styrkir og framlög námu 256,6 milljónum króna á síðastliðnu ári á móti 264 milljónum króna árið á undan. Heldur lægri framlög en á árinu á undan, en þar kemur einkanlega til að það var ekki til að dreifa sérstöku auka framlagi frá Íslenskri getspá til bandalagsins á síðastliðnu ári eins og var á árinu 2013. Laun og tengd gjöld voru 99,6 milljónir króna, voru 82 milljónir króna árið á undan. Ástæðan fyrst og fremst að meðalfjöldi starfsmanna var 11 á árinu 2014 á móti 9 þar á undan og launahækkun á árinu upp á 2,8% ef ég man rétt sem skýrir þessa breytingu. Hækkun lífeyrisskuldbindinga 6,8 milljónir króna á árinu. Kostnaður vegna funda, ráðstefna, auglýsinga, kynninga og svo framvegis var 28 milljónir króna á móti 18 milljónir króna árið á undan. Töluvert meiri kostnaður þar en var árið á undan. Þar einkum að ræða að eins og þið kannski munið í fyrra, það var ekki bara einn aðalfundur, heldur voru haldnir 2 framhaldsaðalfundir, það voru haldin 3 málþing, 8 aðalstjórnarfundir og fleira. Þannig að menn voru fundaglaðari á síðastliðnu ári en áður og það væntanlega megin ástæðan. Aðgerð þjónusta og rannsóknir voru 25,7 milljónir króna á árinu í fyrra á móti 17,4 milljónum árið á undan. Á blaðsíðu 10 þetta sundurliðað þannig að menn geta að skoða það þar betur í hverju þetta felst aðalega. Breytingi milli ára. Kostnaður við tímarit og vefrit var töluvert minni en árið á undan eða 5,1 milljón á móti 14 milljónir, tæplega 14 milljónir árið á undan. Ástæðan fyrst og fremst sú að þá ég held að hafi komið bara 1 blað út á árinu 2014 á móti, það voru 2 blöð á árinu þar á undan, þannig að útgáfustarfsemi var bara meiri hvað þetta varðar á árinu 2013. Rekstrarkostnaður fasteignar 14 milljónir á móti 13,6 milljónir árið á undan. Það náttúrulega var svo breyting að í staðinn fyrir að leigja húsnæðið í Hátúni þá sköpuðust annars konar gjöld í Sigtúni, fasteignagjöld, tryggingar og svo framvegis.
en heildarkostnaðurinn við rekstur fasteignar svipaður á milli ára þó með öðrum hætti sé, 14,3 milljónir á móti 13,6 milljónir árið á undan. Rekstur skrifstofu nam 15,3 milljónum 2014 á móti 10,6 milljónum árið á undan og á blaðsíðu 11 efst þar þá má sjá hvernig einstakir liðir varðandi rekstur skrifstofu hafa breyst á milli ára. Ég ætla ekki að lesa það nákvæmlega upp, en við flutningin þá voru endurnýjaður búnaður og annað slíkt sem að gjaldfærður ekki eignfærður og það að hluta til ástæðan fyrir þessari breytingu milli ára. Nú síðan það bara ýmis rekstra kostnaður, hann eiginlega sá sami milli ára, 15,4 milljónir 2014, 15,2 milljónir árið þar á undan og þessi liðir sjást nánar tíundaðir á blaðsíðu 11. Þannig að þessi rekstrakostnaður samtals undir skýringu númer 3 nemur samtals 104 milljónum króna. Afskriftir hækka töluvert milli ára, vitaskuld. Það var ekki neinar afskriftir húsnæðis að ræða á árinu 2013 en það reiknast hálfsársafskriftir eða svo vegna húsnæðisins á árinu 2014. Þannig að heildarafskriftir fasteignar og búnaðar 6,9 milljónir á árinu 2014 en tæplega milljón árið á undan. Þannig að heildarrekstrargjöld án svona fjármagnsliða voru 474 milljónir á árinu 2014 á móti 440,5 milljónir króna árið á undan. Rekstrarniðurstaðan fyrir fjármagnsliðina neikvæð 9,9 milljónir króna en var jákvæð upp á 26 milljónir árið á undan og þá rétt að hafa í huga að þetta auka framlag sem bandalagið fékk á árinu 2013, því var ekki til að dreifa 2014. Þannig að það skýrir þetta náttúrulega verulegu leyti. Nú síðan varðandi fjármagnsliðina að þá vaxtatekjur og verðbætur lækka milli ára úr 20,4 milljónum í 12 milljónir króna. Því veldur auðvitað að þessar bankainnstæður sem bandalagið átti hafa lækkað. Þær hafa farið í að fjármagna stofnkostnaðinn við húsnæðið og sem tengist flutningunum. Þannig að og síðan ef ég man rétt þá lækkuðu innlánsvextir auk þess á árinu. Þannig ég held að megi segja að það sé skýringin. Síðan hérna verðbréfaeign sem bandalagið á gefur rúmlega 100 milljónir króna í tekjur og síðan þarna vaxtagjöld upp á 402 milljónir króna. Þannig að nettó fjármagnsliðirnir að gefa 11,6 milljónir á móti 20,3 milljónir árið á undan. Rekstrarafkoma ársins jákvæð upp á 1,7 milljónir á móti 46,6 milljónir árið á undan. En auðvitað ræðst afkoman mjög mikið af því hvað að fá frá lottóinu eða íslenskri geðspá og síðan á móti hverju hver framlögin eru til aðildarfélagana. Það náttúrulega það sem ræður fyrst og fremst þessari niðurstöðu. Nú ef við víkjum þá að efnahagsreikningnum sem hérna á eignahliðinni á blaðsíðu 5, þá sjáum við að varanlegi rekstrarfjármunir, það að segja, fasteignin í Sigtúni og svo áhöld búnaður og innréttingar,
nema í árslok 337 milljónum króna á móti 244 milljónum króna árið á undan. Á árinu var eignfærður stofnkostnaður vegna fasteignarinnar 92,6 milljónir króna og eignfærð áhaldtæki innréttingar 7,5 milljónir króna. Það skýrir hækkunina milli ára að frádregnum afskriftum ársins upp á 6,9 milljónir króna eins og ég gat áðan. Nú þessar áhættu eða langtíma kröfurnar sem eru fyrst og fremst bundnu innstæðurnar, þær lækka milli ára eins og ég gat fara úr 300 milljónum króna í 174 og þessu er að stærstum hluta varið til stofnkostnaðar húsnæðisins í Sigtúni og sem verður líka til þess að handbært fé meira í árslokin en árið á undan. Þannig að fastafjármunir samtals eru 512 milljónir í árslok 2014 en voru 545 tæplega í árslok 2013. Veltu fjármunir eru samtals 221 milljón króna í árslok. Það í fyrsta lagi markaðsverðbréf í Landsbankanum upp á 4,4 milljónir króna, krafa á tengda aðila 4,3 milljónir króna, aðra skammtímakröfur 35 milljónir króna, voru 57 milljónir árið á undan, en þetta fyrst og fremst óinnkomin framlög frá íslenskri getspá, en það sem ekki var auka framlag að ræða frá íslenskri getspá á síðasta ári, þá þessi krafa lægri í árslok 2014 en árið á undan. Síðan handbært fé inn á banka, 177,3 milljónir á móti 123 milljónir tæplega árið á undan, þannig að veltu fjármunir eru 221,4 milljónir króna á móti 195,6 milljónir árið á undan. Þannig að eignir samtals 733,6 milljónir króna voru 740,7 milljónir króna árið á undan. Það að segja mjög svipuð staða. Tilfærslan í raun og veru að þið að nota sjóðinn okkar í að notið hann í fasteignirnar. Það raunverulega tilfærsla sem verður á árinu fyrst og fremst. Ef við skoðum eigið fé og skuldir. Eigið fé í árslok nam 570 milljónum, nam 568,4 milljónum árið á undan, hækkar afkomu ársins upp á 1,7 milljónir króna. Það ástæðan fyrir breytingunni á milli ára. Lífeyrisskuldbindingar eru svo að segja það sömu, 39,7 milljónir, voru 39,1 milljónir árið á undan. Viðskiptaskuldir eða skammtímaskuldir eru svipaðar árið á undan, 123,7 milljónir á móti 133,1 milljón árið á undan. Nánar tiltekið viðskiptaskuldir 22,6 á móti 8,4 milljónum árið á undan. Ástæðan einkanlega, það skuld við verktaka þarna í árslokin upp á okkur 14 milljónir, það skýrir þessa hækkun milli ára. Síðan þetta fyrst og fremst bara ógreidd framlög og styrkir í árslokin og þessi liður sem heitir aðra skammtímaskuldir upp á 15,3 milljónir sem eiginlega sama tala árið á undan. Það eru bara launatengd gjöld fyrst og fremst, staðgreiðsla, áfallið orlof og annað slíkt. Þannig að skuldir samtals lækka milli ára, fara úr 172 milljónum í 163 og eigið fé og skuldir eru þetta sama tala og heildareignirnar eða 733,4 milljónir króna á móti 740 milljónum árið á undan.
Sjóðstreymið, þarna sjáum við raun og veru hverju reksturinn að skila og hvernig honum er ráðstafað. Að rekstrarafkoma ársins samtals þarna 1,7 milljónir og síðan koma þarna liðir sem ekki hafa áhrif á sjóðstreymið í sjálfu sér, það er eins og afskriftir og fleira. Þannig að veltufé frá rekstri er þarna 10,4 milljónir á móti 45 milljónum árið á undan. Handbært fé frá rekstri 28 milljónir á móti 92 milljónum árið á undan. Og svo sjáum við þarna að undir fjárfestingarhreyfingunum, þar eru keypt áhöld og innréttingar 7,5 milljónir, stofnkostnaður fastegnar 92,6 milljónir króna og til að fjármagna þetta þá er tekið út af bundnu reikningunum 125 milljónir, aðeins meira tekið út en lagt í fjárfestingarnar sem veldur því að handbært fé verður hærra en árið í ársbyrjun 54,4 milljónir króna. Það var 122,7 milljónir í ársbyrjun og verður þá í árslok 177,3 milljónir króna. Ég veit ekki hvort ég er að fara í gegnum skýringarna mikið. Ég held að ég láti staðar numin ef maður séu óskýr annað en ég mun auðvitað svara fyrirspurnum ef eftir verður leitað og ég veit að Lilja framkvæmdastjóri mun jafnframt vera til svara ef spurningar vakna. Annars þakka ég bara fyrir. Já, takk fyrir það, Guðmundur. Og það er rétt að Lilja er til svara og líka Grétar Pétur Geirsson, gjaldkeri ÖBÍ og Ellen skýrslu stjórnar. Eins og hefur komið nokkuð rækilega fram, þá er núna opin umræða bæði skýrslu stjórnar og reikninga bandalagsins. Þannig að orðið er gefið laust. Fríða var komin á mælendaskrá. Við skulum bara gefa okkur merki og 3. Lilja vill tala fyrst. Er þessi... Já, ég bið tæknimann að setja mikrofónana í gang sem eru í pallborðinu. Já, ágætu fundastjórar, ágætu fundafulltrúar og aðrir gestir. Ég vil bara þakka Guðmundi fyrir kynninguna á ársreikningnum og góða skýringar á honum. Og eins og hann sagði, þá voru tekjur bandalagsins mjög góðar í fyrra og þá voru ívið betri en við gerðum ráð fyrir í fjárhagsáætlun. Og það gerði okkur kleift að greiða aukastyrki til aðildarfélagana. Það fengu aðildarfélög fengu 50 milljón króna aukagreiðslu til viðbótar við það 70 sem voru þegar búin að fá á árinu. Þannig að tótalt var það 120 milljónir sem var til skiptana. Síðan var það Brynja hússjóður, fekk líka aukagreiðslu. Þau fengu fyrst úthlutað 105 milljónir og svo fengu aukagreiðslu í lok árs sem voru 10 milljónir til viðbótar. Og svo okkar fyrirtæki fengu líka einhverju upphæðir eins og Hringsjá náms- og starfsendurhæfing, Örntækni, tölvumiðstöð og Fjölmennt. En síðan settum við þá tæpa 2 milljónir í varasjóð bandalagsins. En staða á varasjóðnum er núna 153 milljónir og við telum hann vera mjög nauðsynlegan þar sem lottótekjurnar okkar helsta tekjulind og við vitum að það er ekki hægt að treysta á þær. Við vitum aldrei hvað það verða á hverju ári. Og varasjóðurinn gefur þá okkur svigrúm til að mæta óvæntum útgjöldum eða skyndilega lækkun á tekjum. Og eins og við vitið og kom fram hér áðan þá keypti bandalagið fyrstu hæðina eða jarðhæðina í Sigtúni 42 og fluttu inn í fyrra í ágúst. Og þetta eru 2 álmur sem eru leigð og önnur álman er leigð út til ýmissa aðila. Og leigutekjurnar núna eru orðnar á ársgrundvelli 12 milljón króna á ári. Og þær standa þá undir reglum eða föstum rekstrakostnaði fasteignarinnar sem bara er mjög jákvætt.
og það er okkar álit að fjármagninu var vel valið til að kaupa húsnæðið og við vitum líka að þessar 2 álmur, þetta eru raun og veru 2 eignir, þannig að við getum selt aðra ef við viljum í framtíðinni og verið áfram í hinni. Og ég vil líka minna á það enn og aftur að það var arfur Ólafs Gísla Björnssonar sem gerði okkur kleift að kaupa og innrétta húsnæði og erum við honum óendanlega þakklát fyrir. Síðan vil ég líka minnast á það, eins og ég hef gert áður, að hafa í huga starfsleyfið fyrir rekstur Lottósins gildir til 1. janúar 2019 og það er mikilvægt fyrir okkur að standa vörð fyrirtækið okkar, Íslensk Getspá, sem rekur Lottóið, en við eigum 40% hlut í fyrirtækinu og aðri eigendur í Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands sem á 46% rúmar og Ungmennafélag Íslands á rúmlega 13% á móti okkur. Og við verðum að sjá til þess að við fáum starfsleyfið framlengt og standa saman í því þegar þar að kemur, en vinna að sjálfsögðu hafin í þennan efnum. En eins og það hafi eflaust heyrt, þá eru margir aðilar sem vilja komast inn á þennan markað. Já, takk fyrir það. Halló, heyrðu í mér? Takk fyrir það. Við ætlum að biðja fundamenn að reyna að vera mjög knapp orða í sínu máli ef að margir vilja tjá sig. Miðað við svona 2 mínútur en gefum að sjálfsögðu einhver færi á því ef að menn líka mikið á hjarta eða. En næstur á dagskrá næst er Fríða. Við ætlum að biðja Bragadóttir einmitt fólk að gefa merki svo starfsmenn sjáu hvert hljóðneminn á að fara. Gjörðu svo vel. Já, takk. Ég heiti Fríða Bragadóttir og ég er fulltrúi Lauf, félags flóaveikra hérna á fundinum. Ég er með spurningu til Ellenar út á skýrslu stjórnar. Það er augljóst á skýrslunni að margt og mikið hefur gert til að reyna að vekja athygli á kjörum lífeyrisþega. Hvers vegna telur þú að það hafi ekki skilað sér í vasa fólksins? Væri kannski grundvöllur fyrir því að fara með ríkisvaldið fyrir dóm út af þessu og vísa þá til 76. greinar stjórnarskrárinnar? Takk. Já, takk fyrir það. Næstur mælendaskrá er Svavar. Og einmitt að biðja fólk að kynna sig, við þekkjum ekki nöfn ykkar allra og líka fyrir upptökunar. Góðan dag, Svavar Kjarval heiti ég og er frá Einhverfusamtökunum. Ég tók eftir ákveðnu ósamræmi milli ársreikninga. Það er samkvæmt ársreikningi ÖBÍ, þá var framlag bandalagsins til Hringsjár 6.100.000 en í ársreikningi Hringsjár stendur að það séu 5 milljónir. Ég myndi vilja fá að vita hvort það sé einhverja haldbæra skýringar á þessu. Takk fyrir það. Næsta mælendaskrá er kona, hvers nafn því miður? Ásta Sóley. Já, sælill, Ásta Sóley Sigurðardóttir heiti ég, lögfræðingur og stjórnarkona hjá ADHD-samtökunum. Ég ætla að taka þessu leiðbeiningu mjög vel og vera með örstutt og fyrirspurn. Beina fyrirspurn til formanns vegna skýrslu stjórnar. Öryrkjabandalagið með fatlað fólk í vinnu? Takk fyrir það. Og það er ekki að vera langt með ljónumenn því að Hjörtur er næstur mælendaskrá. Góðan dag, Hjörtur heiti ég, formaður Heyrnarhjálpar. Mér langar til að spyrja út í þann lið í áskýrslunni sem segir að á síðasta ári hafi verið veittar rúmar 5 milljónir í rannsóknir. Mér langar að spyrja hvort þessar rannsóknir hafi verið að frumkvæði Öryrkjabandalagsins. Ef þær voru að frumkvæði Öryrkjabandalagsins, þá langar mig að spyrja hvort að Öryrkjabandalagið hafi mótað sér stefnu eða skoðun á því hvaða rannsóknir gagnist Öryrkjabandalaginu best og hvort að það sé þá hér með orðin stefna Öryrkjabandalagsins að veita rannsóknarstyrki. Takk fyrir það. Herramaður hér aftast, beint fyrir fram mig og kannski þegar hann hefur lokið máli sínu rétt að fara að svara einhverjum af þessum fyrirspurnum. Guðmundur Jónsson heiti ég frá félagi lesblindra.
Mér langaði svona að spyrja í sig að við færum mikið af peningum í þetta góða hús hérna okkar öryrkja. Hvort að það hús væri sjálfbært, þar að segja að það stæði undir þeim rekstri sem það og mér langar að beina þessu til Ellenar. Takk fyrir. Já, hefur ekki að leyfa svör eða viltu koma að stað fyrst? Já. Ok, tökum þá kannski þessa. Það er hérna á fremsta borði. Lilla hérna fremst. Já, góðan daginn. Nilla er hér fyrir hönd SBS. Mér langaði bara aðeins að vita meira verkefnið Virkjum alla hæfileikana. Hvernig fór það? Eru fleiri hlutastörf, einhvers staðar í boði og atvinnumarkaði fyrir fólk eins og mig? Takk fyrir það. Þá förum við bara í að svara og byrjum á því að gefa formanni orðið. Ef við getum fengið mikrofón fyrir Ellen hérna upp. Já, takk. Fríða, já, við erum búin að gera margt og við erum alltaf að veifa höndum og vekja athygli á kjörum lífeyrisþega og ég vildi óska þess að ég geti lofað að þetta yrði bara bætt og þessu yrði reddað bara á næsta ári en því miður þá hefur Öryrkjabandalagið ekki við ríkissjóð að ráða. Við notum ýmsar baráttuaðferðir og það er bara gríðarlega mikilvægt að þær séu fjölbreyttar og ég tel það fyrst og fremst að vera okkar hlutverk, það er að reyna að fá ríkisstjórnina og almenning, ekki síst almenning til að skilja að þessi kjör eru óásættanleg og það er gríðarlega mikilvægt að við tölum til almennings þannig að þeir hugsi sem svo við viljum byggja annars konar samfélag. Að almenningi finnist skipta máli að örorkulífeyrisþegar hafi nægilegt fjármagn á milli handana þannig að þeir geti lifað mannsæmandi og sjálfstæðu lífi. Og ég vona bara að við getum haldið áfram þeirri baráttu og þurfum bara að finna upp fleiri aðferðir til þess að nálgast þetta umræðuefni. Þú talar dómsmál, við erum í dómsmáli núna og aðalmeðferð er 3. desember. Og við fengum hann Ólaf Ísleifsson, hagfræðing, til þess að gera greinargerð og máli fjallar einstakling sem örorkulífeyrisþegi og hann sýndi fram og í sinni greinargerð að það vantar það bil 100.000 krónur á mánuði til þess að þessi einstaklingur geti lifað af örorkulífeyrnum. Þannig að aðalmeðferð 3. desember við bíðum bara spennt eftir niðurstöðunni þar. Og það er því miður þannig á Íslandi í dag að mannréttindi þau verða ekki að veruleika á Íslandi eiginlega nema bara í gegnum dómsmál. Það virðist ekki vera nóg að þetta sé í 77. grein stjórnarskrárinnar eins og þú segir og svo náttúrulega líka í 69. grein almannatryggingalaga virðist bara ekki vera nóg. Það er bara ríkisstjórnin framfylgir ekki lögum og við virðumstum þurfa að fara með mál í dóm. Þess vegna rekum við þetta dómsmál. Ásta Sóley, Öryrkjabandalagið með fatlað fólk í vinnu? Já. Og mér finnst óeðlilegt ef ég að fara að rúlla fram sjúkraskrá starfsfólksins en ég myndi segja að það er þriðjungur og fötlun er ekki alltaf sýnileg. Það er þriðjungur og ef við myndum líka huga að því hver eru aðstandendur í hópi starfsfólks hjá okkur þá eru helmingur starfsfólks skrifstofunnar fatlað fólk eða aðstandendur alveg eins og Öryrkjabandalagið byggist upp. Gísli, varðandi örtækni, þá var farið í útboð og niðurstaðan var svo að örtækni var að sjálfsögðu með því og við höfum auðvitað notið þeirra þjónustu. Niðurstaðan var svo að þeirra þjónusta var mun dýrari. Þjónustu tíminn þeirra var á skrifstofutíma. Við þurfum að nota þjónustuna mikið utan skrifstofutíma. Það er annars konar notkun á þessu húsnæði og við hörmum það mjög. Og það er enginn sem segir það er enginn æviráðinn í þrif hjá ÖBÍ þannig að ég held að það sé rétt að endurskoða það bara og bara mæli með að það verði bara endurskoðað og þeir samningar verði endurskoðaðir. Þetta var niðurstaða framkvæmdastjórnar
Þannig að ég ber ekki ein ábyrgð á þessari niðurstöðu svo þessi líka framkomið. Guðmundur, er skrifstofan sjálfbær? Já, hún er nánast sjálfbær. Það er miklu ódýrara fyrir okkur að vera í þessu húsnæði núna að því við leigjum út B-álmuna og hún stendur nánast undir kostnaði, sem sagt rekstur skrifstofunnar. Nilla, virkjum hæfileikana, alla hæfileikana. Já, þetta verkefni fór af stað sem sagt á ársfundi Vinnumálastofnunar 2014, með minni að vera í október, þar sem að ráðherra sendi bréf á opinberar stofnanir og fyrirtæki og hvattuðu til að ráða fólk með skerta starfsgetu í vinnu. Það var opnuð sérstök gátt á vef Vinnumálastofnunar þar sem stofnanir og fyrirtæki gátu sem sagt meldað inn störf fyrir fólk með skerta starfsgetu. Það fór ansi hægt af stað, 3-4 mánuðum seinna voru komin inn 3 störf og það kom svona pínu upp í hugan í okkur, við hefum getað sagt ykkur þetta, að vinnumarkaðurinn ekki tilbúnar, ekki einu svona opinberar stofnanir. Síðan var það, þá keyrði ráðherra bara aðeins meiri pening í verkefnið og það var farið í auglýsingaherferð svolítið og fatlað fólk heimsótti stofnanir og fyrirtæki og síðast ég vissi núna í september einhvern tímann þá voru komið minni með 46 störf innan þessa gátt og það er náttúrulega strax betra. En Gísli kom kannski aðeins inn á það í sinni fyrirspurn af hverju opinber fyrirtæki og stofnanir líka. Það eru þetta til þess að það er svona kannski meiri svona ríkari skylda hjá þeim að gera þetta og ef þið fáið ordrur frá ráðherra þá svona kannski verða þau svolítið að gera þetta og byrja að hugsa og akkurat er ríkið ekki að vera bara svolítið leiðandi í þessu. Og þegar að við komum til með að auglýsa eftir starfsfólki núna á næstunni í okkur þá munum við hvetja sérstaklega fatlað fólk til að sækjum starf hjá Öryrkjabandalaginu. Þannig að þetta er eitthvað sem við þurfum bara að vinna betur að og þurfum alltaf að vera vakandi fyrir og við getum breytt þó að eitt hafi verið ákveðið einhvern tímann þá getum við breytt og við getum bætt okkur og allar ábendingar eru alltaf vel þegnar. Já, ég ætla að leyfa henni Lilju að taka hérna þessi rannsóknarmálið því að hún var eitthvað betur í upphafi þar heldur en ég. Já, ég ætla að svara upplýsingarsamt yfir rannsóknina. Þessi rannsókn fatlað fólk og öryrkja sem íbúa sveitarfélaga, það var frumkvæði upp í sem hún var gerð. Það var leitað til háskólans í sambandi við það og þá voru sérstaklega með í huga á þeim tíma í aðdraganda sveitarstjórnarkosninga að hafa staðreyndir og hreinu hvernig fólk hefði það í sínu sveitarfélögum varðandi ýmis mál og það styrkir okkur í okkar baráttu. Síðan þarna Svavar, þú spurðir Hringsjá að þarna allavega fékk Hringsjá 6,1 milljón tótalt árið 2014 og það var fyrst úthlutað 1,1 milljón sem sóttum sérstakann styrk eins og aðrir geta gert og fengu það 1,1 en svo fengu þið 5 milljónir í lok árs út af þessu þarna góðri rekstra afkomu ársins 2014. Þannig að það þarf bara að skoða ársreikningi þeirra hvort að þessar tölur sé þá kannski annars þar í ársreikningnum undir einhverjum öðrum lið. Takk fyrir þetta. Eru fleiri sem vilja svara? Ef svo er ekki þá vindum við okkur í næstu 2 fyrirspurnir. Á meðan þær eru borðnar upp ætlum við að loka mælendaskránni. Vilt þú svara? Já. Þá ferðu á mælendaskrá. Þar með komin á mælendaskrá. Við byrjum á Ægi. Nei, meðan þess að. Já, fundarstjórar, góði fundamenn, Ægir heiti ég hjá MND-félaginu. Ég ætla að byrja á því að þakka fyrir þessa mjög svo ítarlega skýrslu stjórnar og ég upplifði mig hér eins og ég væri komin á ráðstefnu af því að mér fannst aldrei mikið, það fóru næru 7 mínútur bara í að kynna heimasíðuna sem við ættum að þekkja öll eins og lóan okkar. Ég er með eina fyrirspurn og það er varðandi styrkir, það reynda kom ekki svar við þeirri fyrirspurn varðandi styrkina sem við erum í rannsóknir sem er gott
En ég hefði viljað sjá þessar rannsóknarskýrslur fylgja með gögnum til okkar, þar sem við erum greiðendur af þessum rannsóknum. Þannig að mér finnst þetta að vanta hérna í gögnum til okkar. Takk. Takk fyrir þetta. Bergur er næstur á mælendaskrá, hann er hérna aftast. Og meðan hann talar þá er mælendaskrá opinn, en þegar hann hefur lokið máli sínu þá lokast hún. Þannig að þú hefur þetta í hendið, Bergur. Fundarstjóri, takk fyrir þetta. Ég hef svona bara auðlitla ábyrningu varðandi ásetningi til gjaldkera og endurskoðandans. Ef maður rýnir í hana þá fær maður það út að það verður nú að gæta ákveðna varúðar, því að ef ekki væri fyrir fjármunatekjur þá væri bandalagið rekið með tapi og rekstur bandalagsins býr heldur ekki til nóga peninga til að vega þarna á móti. Ég vildi bara bera þessa, hvort að þessi ályktun mín væri nokkuð röng undir gjaldkera og endurskoðanda. Takk. Takk. Mælendaskrá hefur þar með verið lokað. Grétar ætlar að taka næstur til máls. Hann situr hér. Getum við fengið mikrofón? Hinga alveg hinendan. Þetta er fyrir upptökuna. Já, góðan daginn, Grétar Pétur heiti ég, fundarstjórar, ágætu félagsmenn. Þetta er ekki alls kostar rétt að framkvæmdastjórinn hafi samþykkt að segja upp þjónustunni við Örtækni. Sá sem hér situr gerði það alls ekki, enda stjórnarformaður Örtækni. Það væri mjög einkennilegt ef ég hefði gert það. Takk. Takk fyrir það. Halldór. Já, ég heldur bara aðeins koma yfir inn á atvinnumálinu því ég kom að þessu, já, Halldór Sævar heiti ég, koma að þessu verkefni fyrir Öryrkjabandalagið, samstarfsverkefni við Vinnumálastofnun og Þroskahjálp að já, það eru komin hérna í kringum 50 störf núna þegar og ástæðan fyrir að það fari kannski í opinbera geran því að það var svona almennt litið á að opinbera gerin hafi staðið sig verr heldur en atvinnulífið. Og við sjáum fyrir okkur að þessi verkefni verða bara ongoing, haldi áfram og svo til dæmis á næsta ári þá myndum við herja hugsanlega á aðra hópa, til dæmis og við höfum nefnt eins og ferðaþjónustuna. Nú er mikill uppgangur þar og það er alveg klárlega störf, hlutastörf sem fólk með skerta starf getur unnið þar. Þannig að það er gert ráð fyrir að þessi verkefni haldi áfram. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Þá er síðust á mælendaskrá kona hérna aftast sem ég veit ekki hvað heitir. Brynhildur. Já, komið þið sæl, Brynhildur heiti ég og er formaður LAUF, félags flóaveikra. Ég er svona aðeins að velta fyrir mér í öllum þessum breytingum, hvort það væri ekki þörf á því að endurskoða skipulag skrifstofunar og hlutverk starfsmanna svona í takt við þetta breytta skipulag. Takk. Takk fyrir það. Þá hefur mælendaskrá verið lokað og aðeins áttur að svara þessum síðustu 5 fyrirspurnum eða kannski komið gæta með fyrirspurn en vill formaður þurfum við hljóðnema hingað. Já, takk. Kæri Ægir, skýrslan var gefin út í fyrra, þessar rannsóknir og við vorum með málþing það, íbúar, fatlað fólk, íbúar sem íbúar sveitarfélaga og hún var kynnt rækilega og við fórum inn í með þess að þeir sem voru í framboði fyrir sveitarstjórnarkosningar, við kynntum það þar og framkvæmdastjórn fekk auðvitað eintaka skýrslinu og hún er á heimasíðunni og hefur legið fram á fundum og á þessu málþingi sem þá var. Þannig að það var allt gert þá. Það er auðvitað verið bara að borga hluta því inn á þessum reikningi og þetta er náttúrulega svo astanlegt hvernig er að
sem ég segi, það voru hausti til haust og svo reikningurinn frá ári til árs, eða þetta almanaksárið, þannig að það er ekkert, ég er ekkert hiss á því að fólk rugluðu það saman, en þetta var sem sagt allt gert í fyrra. Styrkir, já, sjá, Brynhildur, já, þarf að endurskoða skipulagsskrifstofunnar, jú, það er alveg hárrétt, það þarf að gera það og það er auðvitað bara rétt að segja frá því hér að við fengum hana Arndísi Ósk stjórnunarráðgjafa sem að stýrði stefnuþinginu. Stefnuþingi var reyndar uppsett af undirbúningshópi frá félögum í aðildafélögunum sem að setja það fram og undirbyggu stefnuþingið og Arndís hefur gert drög að skipulagi og það er eitt af þessum verkefnum sem færast yfir til nýrra stjórnar að klára. Þannig að það er klárlega eitthvað sem við þurfum að skoða og við þurfum að skoða hvaða starfsmenn fylgja hópum og hvaða starfsmenn fá mögulega ný verkefni og svo framvegis. Þannig að það er í pípunum og ný stjórn tekur það yfir. Æ, takk. Takk Friðgeir. Ég er bara að bremsa núna og segja stopp. Ég ætla bara að svara Bergi Þorri samt við ásetninginu, þetta er alveg rétt og góð athugasemd hjá þér. Það var nú þannig að lausafjárstaða Öryrkjabandalagsins var talin það góð en það var ákveðið að vera ekki að ráðstafa fjármagninu á meðan framkvæmdina stóð yfir og við vorum að kaupa húsnæði og annað, að eiga vera með pening til ráðstöfunar og síðan þegar framkvæmdunum var lokið og núna í lok árs og sáum við að það var óþarf að halda svona miklu eftir þannig að þessna var ákveðið að úthluta þessu styrkjum þannig að rekstra afkoman væri eins og raunbevitni. En það er ástæðan fyrir því. Ljómandi fínt, stóð eitthvað, stendur eitthvað út á borðinu, ósvarað? Held ekki. Þá er bara komið að því að bera reikninga bandalagsins upp til samþykktar. Þeir sem að samþykkja reikninga bandalagsins eins og voru kynnti hér, vinsamlega skrifið merki. Þeir sem á móti kunna vera. Það skoðast samþykkt. Líður eitthvað betur með að standa, ég veit ekki af hverju. En þá liggja frammi skýrslur, næsta dagskrá er skýrslur fastra málefna, hópa. Það er ákvæði í lögum sem ekki er komið til framkvæmdar, þótt að það sé inn á dagskrá lögum samkvæmt en það er samkvæmt nýjum lögum svo við þurfum ekki að hafa áhyggjur af því hér. Venji okkur við að hafa þetta á dagskránni en þetta er ekki áhyggjur við núna. Skýrslur fyrirtækja, þær hafa verið lagðar fram. Þetta eru fyrirtækin Brynja, Hússjóður Öryrkjabandalagsins, Örtækni, Hringsjá, TMF tölvumiðstöð og Fjölmennt. Nú hér í salnum er fólk sem svarar fyrir þessar skýrslur sem að ég tel svo sem ekki sérstaka ástæðu til þess að kynna sérstaklega. Við erum ekki vön því að fá upp fyrirspurnir. Undir þessum er einhver sem að, já, Gísli, gjörðu svo vel. biður orðið. Já, kæru aðalfundarfulltrúar Gísli Helgason, já, fundarstjórar, kæru fundarstjórar. Hérna, við langar að þakka henni Ellen og ykkur fyrir góð svör, varðandi fyrirspurnir. Það kom fram í svari Ellenar að það hefði verið leitað útboða og að Öryrkjabandalagið vildi að starfsfólk inni utan skrifstofutíma var unnið utan skrifstofutíma þegar Öryrkjabandalagið var með aðsetur í Hátúni 10. Ég veit að þetta er tillingaskítur en skiptir samt máli. Og af hverju er ekki leið þrif á skrifstofutíma? Ég veit til þess að það er víða gert. Og mér langar að spyrja fulltrúa Örtækni, ef ykkur er hér inni, er vinnutíminn svona ósveigjanlegur að ekki hafi verið hægt að
að breyta því og ég veit að örtækni kom til móts við bandalagið varðandi verð. Takk. Takk fyrir. Takk fyrir. Þorsteinn Jóhannsson, myndi svara fyrir örtækni. Það þannig að allar ræstingar sem að fara fram á okkar vegum eru unnar á dagvinnutíma og það hefur svona framkvæmdalega séð verið mjög erfitt að nota okkar fólk til ræstingastarfa á öðrum tímum. Þannig að mitt svar það að það bundið við dagvinnutíma. Takk. Og formaður fær að svara líka. Já, takk. Eins og ég sagði áðan þá notkunin á húsnæðinu öðruvísi heldur en í Hátúni. Þar var fundarherbergið sér sem aðrir sáum að þrífa, nú fundarherbergið inn í aðstöðun okkar. Notkunin öðruvísi, það meira boðið upp á fleiri kvöldfundi og það var jafnvel félög verið að nýta aðstöðun okkar sem að fer síðan og bara verður mjög fljótlega kynnt til útleigu fyrir félög til þess að nota aðstöðuna og eins og ég sagði líka áðan að þá þetta ekkert sem ristað í stein og það velkomið að endurskoða þetta og við bara gerum það. Já, ég hef svo sem engu við þetta bæta, þetta ákvörðun sem var tekin á þessum tíma. Takk fyrir það. Við erum komið aðeins fram á dagskráin og við skulum reyna að halda vel á málum en það komið hér fyrirspurn. Vinstra megin í salnum. Sæl verið Axel, heiti ég frá Heila Heill. Ég svo sem ekki sérstakur áhugamaður ræstitækni eða annað slíkt. En þessi geiri hefur verið svolítið upp á pallborðinu í fjölmiðlum og þá vil ég svona fyrst og fremst að benda hugum mínum að þessum málum sem hafa verið upp á Landspítala, þar sem að fólk verið að pískast út í alveg gríðarlega erfiðar aðstæður og mér langar til að spyrja hvort að Öryrkjabandalagið tekur tillit til þess og skoðar vel útboðsgögnum sögu þessara fyrirtækja því að mér finnst það að skipta miklu máli að Öryrkjabandalagið hafi virkilega það bak við eyrað að þetta snúst ekki bara lægstu krónutöluna heldur líka mannlega og góða framkomu starfsfólks þess fyrirtæki sem það ræður til verka. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Axel. Vill einhver svara fyrir þetta? Einhverjum að svara? Bara örstutt. Já, við skoðum einmitt þessi mál, við gerum það. Og með þess að fengum upplýsingur úr sakaskrá, við fórum bara alla leið með þetta, við gerum það. Og að sjálfsögðu ámar að gera það í slíkum. Það góð vinnubragð. Takk. Takk fyrir það. Þá ekki fleiri fyrirspurnir og þá þessum dagskrárlið lokið sem fyrirgefðu. Ok, fyrirgefðu ég. En þá komið að 5. liðnum. Ég að missa einhverju? Nei. Það sem einmitt farið, það var aðeins komið inn á það hér áðan í umræðunum, það stefna og starfsáætlun stefnu þings. Arndís Ósk Jónsdóttir kynnir það. Gjörðu svo vel. Ég ætla bara, við erum komin aðeins fram úr dagskrá, ekki lagi í byrja bara? Já. Og að ég ekki bara að reyna að fara svolítið hratt yfir sögu, því við erum að koma að matatíma? Ekki tala hratt, en endilega farið hratt yfir sögu. Ok. Jæja, Arndís heiti ég og ég ætla aðeins að fara yfir niðurstöðu frá stefnuþinginu sem var haldið í vor. Ég kannast nú við mörg ykkar frá stefnuþinginu, þannig að kannski þetta bara gömul saga sem ég ætla að fara yfir, en það ágætt að fara yfir þessar niðurstöður. Stefnuþingið var haldið á þessu ári, 2 daga þing, 10. og 11. apríl. Og byrju nú við, ég bara að klikka hérna niður? Ef að prófa? Nei, það kemur ekki upp.
Verið góð. Komið ekki að glærur. Er þú komið upp? Er eitthvað sem getur svissað yfir á glærurnar? Já, hérna, komið, takk. Langar aðeins að rifja bara upp af hverju stefnuþingi var haldið. Þetta kemur úr lögum Öryrkjabandalagsins og það skal haldið að minnsta kosti annað hvert ár á fyrsta ársþriðjungi ársins. Og þetta var sem sagt fyrsta stefnuþingi sem var haldið. Mér langar bara aðeins að koma inn á það að ég vann þarna með ykkur í 2 daga eða með aðildarfélögunum og vann að undirbúningi líka. Og ég veit ekki hver minning ykkar var en ég heyrði afskaplega góða hluti frá þeim sem að tóku þátt og mér fannst þetta minnstu kosti ganga afskaplega vel og þetta var greiðilega skemmtilegt verkefni. En hlutverk þingsins var að móta stefnu og áherslur í sameiginlegum hagsmunamálum og móta tillögu til aðalfundar stefnu og áherslur í starfi bandalagsins og hvaða föstu 5 álefnahópar skuli starfa innan þess. Snemma árs 2015, eða nú í ár, þá var undirbúningshópa mótaður í kringum verkefnið en í hópnu voru eftirfarandi aðilar, það er Fríða Bragadóttir, framkvæmdastjóri Lauf, Gretja Pétur Geirsson, formaður Sjálfsbjargar, Svavar Kjarval, stjórnarmaður í Einhverfusamtökunum, Ingólfur Már Magnússon, varaformaður á Heyrnarhjálp, Ellen Kalmon, formaður Öryrkjabandalagsins Íslands. Og ég vann með hópnum við að undirbúa og stýra og taka saman afrakstur þingsins. Og hvernig unnum við þetta? Við unnum þarna saman í 2 daga og unnum þetta allt saman í hópastarfi. Það er að segja, öllum þáttakendum voru skipt upp í 3 mismunandi hópa á þinginu og hóparnir fengju alltaf sömu viðfangsefnin að ræða. Það er að segja, allir hópar fjölluðu nánast það sama og skiluðu afrakstri. Við reyndum að stýra þinginu á þann hátt að það væri ekki mjög gerræðislegt, jafnvel þó við héldum afskaplega vel utan öll tímamörk, en hóparnir fengu nokkuð frjálsar hendur með það hvernig að þeir ræddu sín viðfangsefni og hvernig þeir skiluðu, ég er alltaf að segja þið, að þið gerir einhvern ráð fyrir þið hafið verið þarna öll, en þannig að þið vitið hvað ég meina, þannig að þátttakendur fengu nokkuð frjálsar hendur með hvernig þið unnuð og hvaða afrakstri þið skiluðu. En afraksturinn, hann samanstendur af skýrslu, 3 viðaukum og öðrum hrágögnum sem eru geymdir á skrifstofu bandalagsins. Ef þið hafið einhverjar spurningar eða viljið kynna ykkur gögnin nánar, þá liggur skýrslan hérna frammi og þið getið haft samband við hana Báru til að hafa aðgang á öllum gögnum. Skýrsla og viðaukar voru sendar aðildarfélögum til umsagnar í sumar og bárust engar athugasemdir. Ég veit ekki hvort ég á að vera alveg rosalega káti við því og hugsa bara, vá, þetta var svo brjálæðislega skemmtileg skýrsla og góð og ítarleg að hún bara sagði allt sem þurfti að segja eða hvort að fólk las ekki skýrsluna. Þannig að ég er svona bara persónulega svolítið tvístöðandi yfir þessu, þannig að ég ætla bara að vona að allir hafi verið svona þokkalega kátir með hana. Gott að heyra, gott að sjá eitt putt að mér skoðstu með mínum eigin. En niðurstöður stefnuþingsins voru alveg gríðarlega miklar. Stefnuþingi skilaði mjög miklum og fjörugu umræðum sem við tókum þarna saman og þetta eru hrágögn sem móta stefna bandalagsins til næsta 4 ára ásamt skýrum hugmyndum hvaða málefnahópar stefnuþingi skilaði af sér. Og það sem að ég legg til að í raun og veru, því þetta var fyrsta stefnuþingi sem var haldið, þannig það var mikið á grunnumræðum sem var farið í gegnum að sú stjórn sem verður kosin hér í dag núna taki þetta efni til skoðunar og móti þá markmið og áherslur til næstu 2 ára. Efnið er allt þarna, það er nokkuð skýrt, en það þarf að taka afstöðu til þess og móta þetta í skýr markmið og aðgerðir sem verður farið í á næstu 2 árum. Þannig nýtist stefnuþingið allra best. En það sem liggur beinast við er sem sagt tillaga til þessa aðalfundar 5 fasta málefnahópa, en þingið í raun og veru setti fram tillögu 12 málefnahópa og forgangsraðaði þeim. Og mér langar aðeins að taka smá tíma í að útskýra í raun og veru hvernig þessar 12 tillögur urðu til og hvernig þeim að forgangsraða þannig að það komi fram
svona hvað er númer 1 og hvað er númer 117, eða það er að segja hvað er númer 1 og hvað er númer 12. Þátttakendum á stefnuþinginu var skipt upp í blandaða hópa og markmiðið með hópaskiptingunni var að sem fjölbreyttastur, að hver hópur væri frekar fjölbreyttur, þannig að þátttakendum frá mismunandi aðildarfélögum var skipt upp í mismunandi hópa. En þannig urðu til 14 hópar og verkefnið sem að fólk vann til að móta þessa málefnahópa var einfaldlega þetta: miðað við þau baráttumál og áherslur sem ræddar hafa verið á stefnuþinginu, auk kynninga á starfi Öryrkjabandalagsins og samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks, hvaða 5 málefnahópa viljum við skipa til næstu 2 ára og hver eru helstu baráttumál þeirra. Þannig að það gefur auga leið að við erum með 14 hópa og allir hóparnir skiluðu 5 tillögum. Þannig að við erum með ógrynna tillögum en margar mjög svipaðar eða þær sömu. Þannig að það sem fór fram þá var að sameina tillögur af borðinu, öllum borðum, í sameiningu, þar að segja í nánu samstarfi við alla þátttakendur af þinginu. Þannig að meginreglan var svo, við byrjum á einu borði, þeir komum með 5 tillögur og svo fórum við á næsta borð og ef að hópurinn á næsta borði gaf til kynna að þeirra 5 tillögur færu annarkvort sérstæðar tillögur, voru 5 sérstakir aukahópar eða hvort að þeir ættu saman með þeim tillögum sem framkomum. Þannig söfnuðum við saman tillögum af öllum borðum og samþættum tillögur. Og meginreglan sem stuðst var við að sá hópur sem setti tillögu málefnahóp fram, sá hópur ákvað hvort að þeirra tillöga yrði samþætt þeim tillögum sem framkomu. Þannig að þegar var búið að fara yfir þetta af 14 borðum og sameina svipaðar tillögur, þá voru samtals 12 tillögur málefnahópa. Til að fá fram vilja þingsins forgangsröðun málefnahópa þá var stuðst við aðferð sem að ég bara veit ekki hvað heitir á íslensku en hún er kölluð á ensku multivoting, sem þýddi það að hver og einn einstaklingur fékk 3 stig og gat deilt þessum 3 stigum af vild á þá hópa sem að viðkomandi vildi að fengi framgöngu. Hver og einn einstaklingur gat sett 1 stig á 1 málefnahóp eða sett samtals 3 stig á 1 málefnahóp eða dreift þeim á fleiri en 1 málefnahóp. Þannig að þetta fór þannig fram að tillögurnar voru límdar upp á vegg og þáttakendur komu upp og merktu við þá málefnahópa sem að þeir vildu setja í forgang. Það sem að ég vil taka skýrt fram að ekki var kosningu í lagalegum skilningaræða, enda var það ekki hlutverk þingsins að kjósa tillögur, það er hlutverk þessa aðalfundar meðal annars. Þannig og líka þessi einstaklingsforgangsröðun, þetta var ekki leynileg kosning og þetta var bara opið fyrir öllum. Markmiðið var einfaldlega að fá tilfinningu fyrir því hver forgangsröðun hópana væri. Og hér á þessari glæru koma fram tillögur málefnahópa og niðurstöðurnar. Þar tölurnar sem eru í sviga fyrir aftan eru þau stig sem að hóparnir fengu og þessu hópunum er raðað í hlaupandi röð. Það er að segja stigahasti málefnahópurinn birtist efst og það er kjaramál sem fékk 40 stig, aðgengi 37 stig, heilbrigðismál 32 stig, atvinnu- og menntamál 27 stig, sjálfstætt líf 27 stig, kynningarmál 22 stig, börn 14 stig, réttindamál 8 stig, málefni kvenna, _kvennahreyfingin 5 stig, fordómar 4 stig, búseta 1 stig og svo var 1 hópur kjara- og réttindamál sem ekki fékk neitt stig. Langar til að taka fram að nánari upplýsingar í raun og veru hvernig tillögurnar komu frá hópunum, hvernig tillögur komu frá hópunum og hverjar áherslurnar málefnahópana voru má finna í viðauka á skýrslunni. Þannig að hér kemur fram nokkur skýrt hvernig stefnuþingið forgangsraði málefnahópunum.
Að auki komu fram tillögur aðra eða tímabundna málefnahópa í hugmyndabanka og það var tímabundin hópur breytingar á lífeyriskerfinu, tímabundin vinnuhópur það stendur vinnuhópur, en þarna á að standa vinnuhópur þjónustu Öryrkjabandalagsins, tímabundin vinnuhópur málefni og réttindi fatlaðra og barna öryrkja og svo tímabundur hópur samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks. Þannig að þarna komu fram tillögur líka þá ekki fasta málefnahópa, heldur tímabundna málefnahópa sem að aðalfundi getur tekið afstöðu til. Þetta var það eina sem ég ætlaði að segja frá stefnuþinginu. Ég ætla að fá að þakka sérstaklega fyrir að hafa fengið að vinna það verkefni með ykkur. Þetta voru gríðarlega skemmtilegir 2 dagar og það sem að það var mikil gleði í herberginu, í salnum og mikil baráttuvilji og kraftur. Þannig að ég þakka fyrir mig. Takk fyrir þetta, Ardís. Þá ætlar formaður að fá að taka til máls. Getum við fengið hljóðnema? Nei, allt í lagi. Fyrir pandur. Jæja, gott fólk, þá ætlaði ég að leggja fram þá tillögu að við fundin að við samþykkjum þessa 5 málefnahópa sem að stefnuþing lagði til og ber það bara upp til atkvæða. Þetta eru hóparnir kjaramál, aðgengismál, heilbrigðismál, atvinnu- og menntamál og sjálfstætt líf. Við skulum Fyrirgefðu. bara tala fyrir svo byrjum við þetta. Já. Takk fyrir það. Það víst í okkar verkahring sem fundarstjóra að bera þetta upp. Já, það sem sagt þá tillaga hér sem liggur fyrir að aðalfundurinn samþykki að stofnaði verði þessi 5 málefnahópar: kjaramál, aðgengi, heilbrigðismál, atvinnu- og menntamál og sjálfstætt líf. Við berum hópana, já. Frímann. Frímann hefur beðið orðið. Þegar þessum hópum var þessu kerfi var breytt, þá var lögð mikil áhersla á það að formenn hópanna yrðu gjörnir á þinginu og þetta eru þá félagsmenn sem settu upp í. Svo kemur líka fram tillaga tímabundna hópa. Er meiningin að þeir séu kosnir hér eða á skrifstofan að skipa þá? Ég er ekki að setja út á hvort heldur verðum bara að vita hvort því nú eru þarna í þessu líka mjög stór atriði sem eru rædd í þessum tímabundna hópum. Er eitthvað skilgreining á því hvað það er tímabundið? Getur svona hópu verið í 5 ár tímabundið? Eða, ég er ekki að setja út á þessu, ég er bara að vita frá þarna sem þetta. Takk. Takk fyrir það. Ægir. Já, fyrir ekki þessi englindi í hópnum sem var ákveðið þarna á stefnumótunarþinginu, þá er þess engin hópur endurhæfingu. Stór hluti af starfi SIBS og Gigtafélagsins og fleiri félaga er einmitt að vinna að endurhæfingu. Er það skilningur að það sé inn í þessum hópum heilbrigðismál? Já, segir formaður. Ok, takk fyrir. Takk. Það liggur fyrir þessi tillaga þessa 5 hópa, málefnahópa. Ægir, gjörðu svo vel. Þannig hérna. Já, fundarstjórar, góði fundarmenn, Ægir heiti ég og ég myndi í félaginu. Ég var svo heppinn að fá að setja þetta stefnuþing og þetta var gríðarlega skemmtilegt og skemmtileg vinna og ég held að þetta hafi verið mjög göfuð vinna og þetta er styrkur, verður mikill styrkur fyrir bandalagið að fara eftir þessa skýrslu
En stóð nú aðalega upp hérna vegna þess að ég ætlaði að þakka henni Arndísi kærlega fyrir þessa miklu vinnu sem var að því að við komum þarna öll nánast bara á 0 punkti til þess að vinna að breyttu skipulagi og breyttu bandalagi. Þannig að ég ætla nú eiginlega ekki að hafa annað. Ég ætla bara að þakka henni fyrir og það var ábyggilega mjög flókin og góð vinna. Flókin, mikil vinna, takk. Takk fyrir það. Fríða? Já, mér langaði bara að benda á það, varðandi spurningu Frímanns, að þetta allt útlistað í lögum félagsins, nákvæmlega hvernig þessir hópar skulu skipaðir og settir upp. Þannig að menn geta séð það þar. Takk fyrir það. Þá berum við upp þessa tillögum þessa 5 málefnahópa, kjaramál, aðgengi, heilbrigðismál, atvinnu- og menntamál og sjálfstætt líf. Þau sem samþykkja það vilja gefa merki. Þau sem á móti kunna vera, það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá er eitt dagskrárlaus. Þá er aðeins eitt atriði á dagskrá áður en við komumst í matvæli hér. Það er ákvörðun aðildargjalda. Ég get alveg svarað því. Ég skal alveg svara því. Hvernig verður? Östuð, hvernig verður? Já. Veistu þessi? Glemdu við einhverju fyrirgjöðu? Svara hún Frímanni, sko. Hérna, það er þannig að það er sem sagt kosið, formennirnir eru kjörnir hér, síðan tilnefna félögin. Tímabundnu hópana. Já. Jú, Fríða kom inn á það og sagði að þetta væri allt skilgreint í lögunum. Ekki tímabundnu hópanir. Já, vill einhver... Alltaf sé ekki stjórnar ákveða það er eitthvað sem við þurfum bara að skoða þá. Ég er ekki með þetta alveg í kollinum. Sigurjón bara býðst til að svara þessu. Já, þetta er náttúrulega umræða sem við fórum í gegnum varðandi afmörkun og tímabundnum málefnahópum. Það náttúrulega liggur alveg ljóst fyrir að við þurfum að vera sveigjanleg í því bara eins og starfið þróast, þannig að það er í rauninni ekkert kveðið á það. Þannig að það er í rauninni bara ákvörðun stjórnar hverju sinni hvað þeir vinna, hvaða málum þeir taka fyrir og hvernig þeir vinna á svona. Þannig að í rauninni eru þeir bara, þetta er fastir, eru algjörlega lögbundnir, tímabundnir eru bara eins og hefur bara verið. Þannig er það. Takk fyrir það. Þá er komið að ákvörðun aðildargjalda. Gjaldkeri ÖBÍ, Grétar Pétur Geirsson, kynnir. Kannski færa honum hljóðnema. Til hans hér. Hann er á leiðinni. Gjör svo vel, Grétar. Já, takk fyrir það. Já, Grétar Pétur heiti ég og er gjaldkeri allavega næsta klukkutíman. Ég ætla svona að koma með eina sprengju hérna ári í hætti. Allt annað. Nei. Þetta snýst það að aðalgjaldi verði bara óbreytt, það er að segja 0 krónur. Takk fyrir. Það er afgreitt með lóaklappi. Svona á fólk að kynna tillögur. Það sem við vitum ekki hvort verið að klappa yfir þessum skelegga málflutningi eða verið að samþykkja tillöguna, þá ber okkur formlega að bera hann upp. Tillagan er sem sagt svo að aðildargjöld ÖBÍ verði 0 krónur. Þau ykkar sem samþykkt eru gefið merki, þau sem á móti kunna vera. Það er einmitt 0. Skoðast samþykkt. Sama upphæð, sama tala og er upphæð aðildargjaldana. En þá erum við með matarhlé. Hvað er klukkan orðin? 12:16. Ég held að við ættum að hefja fund aftur, hvað er það að segja? Við stefnum að því að hefja fund aftur klukkan 13:15. Ef að við þurfum að hnika því, þá gerum við það. Segja ykkar eins og við sögðum í upphafi sem kunna að þurfa aðstoð með að hafa samband við Báru, hún stendur hérna við dyrnar. Já, og við hefjum fund á eftir, þá ætlum við að sýna ykkur eitt myndbandi viðbót, en
Það eru þjónar frammi sem aðstofa fólk og þeir sem eru með sérþarfandi mattala við Báru, en síðan verðum við að hefja fundin á nafnakalli, þannig að eftir hlé, þannig að þið verður öll að vera Mikilvægt að þið skilið ykkur inn í sal.